fagna því mjög að loksins komið að því að við séum farin að flokka sorp þá í heimilustunnun okkar eða við hvert eitt heimili og hef lengi haldið því fram að ég tel að þess þurfi til að ná árangri í þeim efnum og ég held að þessi leið sem að stjórn Sorpa komst að sé bæði hagkvæm og skynnsöm. Þannig að ég bara fagna þessu og vona svo sannarlega að félagar okkar í Kópavogi og jafnvel Reykjavík muni líka fylgja í kjölfarið í ljósi þess að það verið að fjárfesta í þessum búnaði og hjá Sorpu og þar leiðandi hægt að þjónusta öll sveitarfélögin með þessu. Ég held að sé líka gríðarlega mikilvægt að kynningarefnið og kynningin gangi vel fyrir sig og mikilvægt að sveitarfélagið og Sorpa sameinist það og fjölmiðlar ættu svo sannarlega líka vera með okkur í liði hvað það varðar. Mér langar líka bara örlítið að nefna hér eitt af þeim skjölum sem eru undir þessu máli og svo sem höfðu komið fram áður og ég verð nú bara að viðurkenna það að á þeim tíma ef að þetta hafði legið fyrir fundargerð þá hafði ég ekki verið búin að lesa þessa ágætu skýrslu en er búin að því núna sem er úrræði við söfnun plast á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er skýrsla frá því í sumar og mér fannst margt áhugavert í þessari skýrslu. Við verðum nú þetta líka að segja að hún er kannski ekkert mjög auðskiljanleg og auðlesanleg að mörgu leyti en þó fannst mér jákvætt að sjá það hér að miðað við tölur frá Sorpu þá er það nú samt svo að við hér í Mosfellsbæ erum að ná hvað mestum árangri. Það er að segja að það er hvað minnst hlutfall af pappír og plasti í svörtu tunnunni eða orkutunnunni eins og það er kallað og það er bara sérstakt fagnaðarefni. En mér finnst líka mjög sérstakt að lesa það hér að það sé óraunhæft að gera ráð fyrir því að það náist þó meira en 50% endurvinnslu af plasti. Það kom mér verulega óvart og það var verið að vísa þarna bæði í evrópskar tölur þar sem að meðaltali sé 12% og svo farið yfir þau markmið sem hefði verið sett og þau byggð á einhverjum reynslustölum annars staðar frá. Og mér langaði bara að segja það í þessu sambandi að ég vona samt svo innilega að það sé einhvern veginn svolítið breyttir tímar og breytt hugafar og orðræðan í samfélaginu sé með þeim hætti að með þessari aðgerð þá náum við meiri árangri en það. Þannig að plast skili sér meir og minna til endurvinnslu og hvað er nú orðið sem er notað undir það sem sagt ekki bara endurvinnslu þannig að það sé brennt eða gert úr því einhvers konar olía eða annað heldur til úr því verði endurvinnslu efni. Nú bara er aðeins týnt orðið þannig að ég og held að við ættum hér í okkar sveitarfélagi að setja okkur bara virkilega metnaðarfull markmið hvað þetta varðar og ég held að þarna sé stærsti hlutinn fræðsla og það er bara ánægjulegt að segja að við erum þó að sinna þessu ágætlega og Mosfellingar virðast vera nokkuð vel meðvitaðir og nokkuð umhverfisvænir svona miðað við hin sveitarfélagin þegar kemur allavega þessum þætti. Og þannig að ég held að það sé bara full ástæða til þess að við setjum okkur mjög metnaðarfull markmið og bara ákveðum að vera best í þessu eins og svo mörgu öðru. Ykkur aðeins sem vilja ræða þetta mál. Ég sett sjálf á mig dagskrá á mældagskrá og það er samt mál nr. 2, sérsöfnun á plasti frá heimilum. Og ég vil bara taka undir þessi orð Bryndísar hér áðan það að þetta er framfaraspor. Allt er framfaraspor. Fyrir nokkrum árum tókum við upp hér bláu tunnuna hér í sveitarfélaginu og þetta er eitt spor fram á við þar sem að plast verður sett í heimilistunna, gráu tunnuna og síðan tekinn frá þegar komið er í áfang á stað. Það hefur svona gengið svo að ná svona samstöðu innan SSH, svona breiðri samstöðu en allavega verður þetta skref stigið núna með hækkandi sól. Málið var vísað til umhverfisnefndar og það var einmitt rætt á fundi umhverfisnefnd í gær. Já, Anna Sigríður er næst. Þetta mál? Já. Vel svo vel. Já, forseti. Þetta er eins og hér er komið fram ánægjulegt að núna að vera auðveldara fyrir fólk að flokka plastið. Það sem og ég tek undir það sem að hér hefur komið fram áður það allt saman. Það sem ég er að velta fyrir mér er að
núna sem sagt Sorpa byggðarsamlag sveitarfélagana hérna á höfuðborgarsvæðinu, en nú eru bara nokkur þeirra, ekki 4 eða hvað, sem ætla að fara í þetta verkefni. Sorpa hins vegar búin að fjárfesta í búnaði til þess að sé mögulegt að vinna plastsöfnunina á þennan hátt eða flokka plasti frá. Og þá ég bara að velta fyrir mér hvernig virkar svona, af því nú þetta sameiginlegt byggðarsamlag sem rekið af sveitarfélögunum. Byggðarsamlag ákveða að fara út í fjárfestingu til þess að sinna þessu verkefni. Einungis hluti sveitarfélaganna tekur þátt. Þýðir það þá að það séu bara þau sveitarfélög sem að taka þátt, sem eru þá væntanlega við og Seltjarnarnes og Garðabær og Hafnarfjörður. Eru það bara þessi sveitarfélög sem greiða þessa fjárfestingu eða hvernig virkar þetta? Og svo talaði bæjarfulltrúi Bryndís að það var óskandi að þessi hin 2 sveitarfélög kæmu með okkur í þetta mál og í þessa vinnslu. Þá langar við bara að spyrja hverjar eru líkurnar á því að það gerist innan einhver skynsamlegs tíma? Já, ég kannski að fá Sigrún Pálsdóttir, þú nú reyndar næstu máldur svo. Ég alveg sama, hún má fara og svara sem hún vil. þetta tengt því sem þú ætlar að vera með? Já, ég ætla að... Það fyrstu bara undan. Já, svo Sigrún. Já, ágæti forseti, ég kem hér fram undir sama máli plastsöfnun. Mér langar aðeins að fara yfir söguna sem að kannski skýrir af hverju Mosfellingar standa sig vel í að safna plasti. En það þannig mál með vexti að fyrir nokkrum árum þá ákvað bæjarstjórn Mosfellsbæjar að gefa íbúum áskrift af grænu tunnunni. Og í grænu tunnuna, og það var mjög kærkomið á sínu tíma, í grænu tunnuna fer allir pappír, síðan plast í sérstökum poka og síðan málmar í sérstökum poka. Og þetta allt mjög snyrtilegt. Og það fyrirkomulagi sem að til dæmis viðhaft í Reykjavík, þessi græna tunna. Hún heitir kannski eitthvað annað í Reykjavík, en það svona tunna sem að gegnir svipuðu hlutverki. Og græna tunnan sem innleidd hér í Mosfellsbæ. En íbúar voru ekki lengi í paradís vegna þess að síðan tók bæjarstjórn aftur tilbaka þennan styrk. Ég man ekki hversu löngu síðar. Síðan var bláa tunnan innleidd og ég gerði athugasemdir við það. Þá satt ég í umhverfisnefnd og ég gerði athugasemdir við það að í rauninni fælist ákveðin afturför í þessari bláu tunnu vegna þess að íbúar gætu bara safnað í hana pappír. Ekki plastinu og málmónu. Og sveitarfélagið sem sagt innleiddi þetta í sitt sorphirðukerfi, en við héldum áfram sem að vildum flokka betur, héldum áfram að vera með grænu tunnuna. Og ég hef, sem sagt í gegnum tíðina, hef ég greitt eitthvað 3.000 krónur á 3 mánaða fresti fyrir þessa grænu tunnu. Og ég þekki fólk sem hefur gert það. En allavega, sem sagt, þetta þessi saga af þessu máli. Þess vegna eru íbúar í Mosfellsbæ væntanlega bara duglegri en margur annar að safna plasti vegna þess að þeir eru vanir því eftir að hafa verið með grænu tunnun. Og þegar maður einu sinni búinn að venja sig á að flokka almennilega, þá heldur maður því einfaldlega áfram. Og það eru bara sönnu vísindi. En sem sagt, það náttúrulega bara framfyrir því að Sorpa sé búin að sjá ljósi í þessum málum. En mér þykir bagalegt að það sé ekki eining þetta á höfuðborgarsvæðinu.
Ég veit að umhverfisstjóri Reykjavíkurborgar mjög mikil fagmanneskja á þessu sviði og hún er ekki hlynnt þeirri aðferð sem að Sorpa ætlar að nota og það var náttúrulega bara eftir að koma í ljós, en ég óttast að það verði aukinn kostnaður fyrir íbúa á höfuðborgarsvæðinu af því að hafa ekki svona sameiginlegt kerfi varðandi flokkun og sorpu. Mér finnst það mjög óskynsamlegt. Kolbrún Þorsteinsdóttir, þú best vera svo vel. Já, forseti, við erum að ræða hér mál númer 2 í fundargerð bæjarráðs. Já, ég ætla að fagna þessu líka að þetta verkefni sé loksins komið á koppinn og sé tilbúið að setja á laggirnar þessu stóra og mikla plastverkefni sem hefur ekki tekið neitt smá tíma. Ég ætla að byrja því að svara spurningum bæjarfulltrúa Önnu Sigríðar varðandi greiðslur og þátttökuna í búnaðinum hjá Sorpu. Það er bara þannig að það leggja allir sitt af mörkum varðandi það samkvæmt bara samningi og þetta byggðasamlag. Við borgum öll í þann búnað. Þannig að það er bara, það sleppur enginn undan því að þú Kópavogs ekki með núna og ekki Reykjavík, þá erum við öll í þessu samkurli. Hver eru líkurnar á að Reykjavík og Kópavogur koma með? Mér finnst það, nú er ég fulltrúi í stjórn Sorpu, mér finnst líkurnar vera töluvert miklar. Við biðum þolinmóð þessi 4 sveitarfélög eftir að þessi tilraunaverkefni lyki í Seltjarnarnesbæ, þar sem að pokinn var settur ofan í gráutunnuna og niðurstaðan úr því var tiltölulega góð. Og við biðum bara þolinmóð eftir að því tilraunaverkefni lyki. Kópavogur, eða þar að segja að við byrjum á Reykjavík. Reykjavíkingar voru löngu byrjaðir með allt annað kerfi og það er náttúrulega bara önnur saga með það að varðandi þátttöku í svona byggðasamlögum. Hvað erum við saman í þessu eða ekki? Reykjavík hleypur á stað, Kópavogur stuttu seinna, segjandi það að það sé ekkert að gerast í Sorpu. En það var hellingur að gerast í Sorpu og vandamáli var bara þau sveitarfélög sem að ruka á stað. Hvað ætlum við þá að gera? Þannig að það hefði kannski verið hægt að leysa þetta fyrr, strax í byrjun og Reykjavík náttúrulega dregur svolítið vagnin í þessu máli. Og það er bara stundum eins og bara þeir séu að fara embættismennirnir og pólitíkusnir þar tala ekki saman. Ég veit líka alveg að þetta er mikil fagmanniski í Reykjavíkurborg sem að sér þessi mál þar. En þeir eru með formennsku í stjórn Sorpu, þeir leiða dálítið vagnin. Ég veit að formanni Sorpu hugnast þetta ekki, að við séum ekki að taka þátt í þessu saman, að Reykjavík sé ekki saman. En það er eitthvað sem þau eru væntanlega bara að fara að leysa. Og það er náttúrulega ekki fólki hér á höfuðborgarsvæðinu bjóðandi að þú fari hér yfir bæjarmörkin og þar taki eitthvað allt annað kerfi við. Við verðum sem byggðasamlag hér á höfuðborgarsvæðinu, sveitarfélögin hér, að stíga í þennan dans saman og gera þetta bara öll eins. Og ég hef þá trú núna, af því að ég veit það að Kópavogur er að hugsa þetta líka. Ég held að Kópavogur verði fyrr til að koma inn í þetta, af því að þetta er bæði hagkvæmara svona með þessum hætti að pokinn fari í gráutunnuna, hún er sótt oftar. Og allavega á mínu heimili er þetta svo tunna sem er oftast nær hálftóm þegar hún er sótt, þannig að það er mesta plássið. Ég vona Reykjavík sjái ljósið í þessu og þeir leysi þau mál og verði með okkur í þessu bandalagi varðandi söfnun á plasti. Þannig að það hefur verið svona ákveðið flækjustig og áður en að ég kom inn í þetta, löngu áður en ég kom inn í stjórn Sorpu, með þessu síðasta kjörtímabili þegar fyrir að ræða þetta, þá virtist þetta vera svolítið erfitt að sjá ljósið í þessu máli og finna einhverja lausn sem allir gátu fallist á. Það er rétt að fólk kallar á þessa plastsöfnun í dag og margir hafa ákveðið að kaupa sjálfur tunnu af einkaaðilum til að safna plasti. Málsvillingar hafa komið að máli við okkur hér og spurt bara hvernig stendur á því að þetta er ekki löngu farið af stað og fólk, og bara eins og Bryndís lýsti vel áðan, það er bara stórkostleg breyting í hugafari fólks varðandi þetta. Og við eigum, eins og kom fram hér áðan, við eigum smá sögu. Við viljum vera umhverfisvæn og nú erum við komin að þessu máli að þetta fara að gerast. En ég ætla bara að segja það sem
fulltrúi okkar hér í stjórn Sorpu að þetta mál, ég er bjartsýn á að Reykjavík og Kópavogur komi með. Ég skil ekkert í þeim, bara satt best að segja. Mér finnst að þau eiga að vera hérna borð í þessu verkefni og þannig getum við einhvern veginn gert þetta að enn bara verður betri þjónusta hér fyrir höfuðborgarbúa og þá er ég ekki að hugsa bara við sem Mosfellingar eða einhverjir Seltirningar eða hvað. Þetta er bara stórt og mikið mál sem á bara verið í lagi hér á fjölmennasta svæði hérna landsins. Takk fyrir. Bryndís, hversu? Já, virðulegur forseti, ég ætlaði bara aðeins að bæta við það sem ég sagði hér áðan og bregðast við því sem fram hefur komið síðan. Eins og ég sagði þá fagna ég þessari fjárfestingu hjá Sorpu og eins og hérna fulltrúi okkar í stjórn Sorpu kom inn á það að þetta Sorpa að fjárfesta í þessum búnaði sem einhvers konar blástursbúnaður og blæst þá því léttasta efninu, plastinu frá öðru sorpi sem þýðir það að íbúar sem að setja plast í svörtu tunnuna sína í Reykjavík eða Kópavogi þetta fer alltaf sama staðinn og fer í gegnum sama ferli þannig að því verður blásið frá en þeir eiga þá líka þann valmöguleika að vera með græna tunnu og setja plasti þar og þá kemur Íslenska Gámafélagið eða hver það sem viðkomandi sveitarfélög hafa samið við og losar þá tunnu og setur það í sinn farveg. Þannig að mér finnst alveg eins og Kolbrún, ég tek undir það, ég finnst mjög líklegt að, þau sveitarfélög, þau eru í rauninni í þessu en sko hvort að það er að bjóða upp á það bara valfrelsi, það kann að vera sjálfsagt að íbúar geti valið það að vera með grænutunnuna. Mér langaði bara aðeins út af því sem kom fram hérna áðan varðandi sko stöðin í Reykjavík, þá er það þannig að þar eru í rauninni 4 tunnur í boði. Það er græntunna sem er fyrir plast, það er blátunna sem er fyrir pappír, það er svörtunna sem er fyrir blandaðan annan úrgang og það er hálf eða spartunna sem er þá minni tunna og þannig verður það ýta fólk inn í það að vera frekar með litla svarta og þá 2 endurvinnslutunnur. En þetta er þetta 3 tunnu kerfi, en þetta er valkvætt þar, fólk ræðir. Og ég held að við hljótum að fá miklu meiri magn til endurvinnslu með þessari leið sem hér er verið að fara. Ég var líka einn af þeim eins og hérna bæjarfulltrúi Sigrún sem tók tilboði bæjarins og aftureldingar. Það var enda mjög flott samstarfsverkefni sem var farið í hérna árið 2007 eða 2008 held ég. Þar sem að Íslenska Gámafélagið, Mosbær og afturelding fóru í það að bjóða upp á þessa grænu tunnur. Og mér fannst það líka afturför þegar við fórum svo í það að fyrir með bláu tunnu og geta bara sett pappír. En það sem Mosfellsbær var að gera þá var þá að fylgja því að vera í þessu samstarfi sem að byggðasamlagið sem því miður hefur orðið svolítið erfitt hjá öðru sveitarfélögum. Og ég tek líka þá undir þá umræðu sko, hvernig ætlum við í rauninni að hafa þetta og ef við erum byggðasamlag og erum að fjalla þess að þetta þá er auðvitað eðlilegt að það sama gildi alls staðar. Því þetta er náttúrulega bara þannig málefni að umhverfismálin horfa ekkert á hérna lækinn og velta fyrir sig hvernig við haga sér sikkur megin sko. Þannig að ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við reynum eins og við getum þó að það hafi verið mjög erfitt og tekið allt og langan tíma á mínu mati að ná einhverju samstöðu það hvernig á að gera þetta. Og þá var ég nú bara að nota tækifæri til að koma að því sem ég held ég hafi nefnt hér áður og hefur verið skoðun mín sem hefur svona verið að mallast með mér í svolítinn tíma og ég er eiginlega bara orðin einarður í að endurvinnslumál og sorpförgunarmál eigi bara hreinlega að vera á herðum ríkisins. Og það er bara að setja eina ríkisreglu það hvernig að gera þetta og sveitarfélögin sjáu svo að hirða sorpið og það fari þá einhvern ákveðin farveg. Því ég velti bara fyrir mér þegar við erum hérna öflugustu sveitarfélögin að byggja upp þessa gasgerastöð það er nú aldrei tekið sinn tíma að koma því í gagnið, ekki eigum við ennþá brennslustöð og erum að reyna að semja við hérna Suðurlandi, ekki ljóst hvað við getum gert við það hrati að þann úrgang sem kemur úr gasgerastöðinni, ennþá erum við með, þú veist, það er svona verkefni sem þarf að leysa, þannig að þá bara velti ég fyrir mig hvað eru minni sveitarfélög á Suðurlandi, Austurlandi eða Vestfjörðum að gera sko og hvort að þetta sé raunverulega svona skynsamlegt, bæði bara þjóðhagslega hagkvæmt og hvort við séum að ná þeim árangri sem við gætum náð í þessu. En ég átta mig á því að þetta var smá útúrdúr en hér er maður að nota tækifæri til að koma á framfæri sínum hugðarefnum í þessum málaflokki. Já. Nú, fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs þessa fundargerð bæjarráðs. Númer 1332 þá er umræðum lokið og þeir sem samþykkja þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér bennir og rétt upp hönd. Hún er staðfest með 9 atkvæði. Þá var það fundargerð bæjarráðs hinn síðari sem við tökum fyrir þessum fundi. Sá fundur var númer 1333 og var haldinn 7. desember síðastliðinn og ég gef orðið laust.
Sigrún Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, ég kem hér fram undir máli númer 2, uppbyggingaráform Sólvalla. Og ég ætla að byrja þess að fara yfir þetta mál. Það er þannig mál með vexti að 1. desember síðastliðinn rann út frestur MBPC, Íslensks félags í eigu hollensks skúffufyrirtækis, til að skila inn viðskiptaáætlun og viðurkenningu viðskiptabanka á því að félagi hefði fjárhagslega burði til að fjármagna uppbyggingu eða fjármagna 50 milljarða einkasjúkrahús, byggingu sem sagt 50 milljarða einkasjúkrahús í landi Sólvalla í Reykjahverfi. Engin gögn bárust fyrir þennan tíma og getur sveitarfélagið því rift samningi við félagi sem nú hefur verið selt og nefnist Sólvellir Heilsuþorp e.h.f. Á fundi bæjarráðs 30. nóvember kynntu forsvarsmenn Sólvalla Heilsuþorps e.h.f. nýjar hugmyndir að uppbyggingu á þessum 12 hekturum lands í eigu Mosfellsbæjar. Bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar lagði til óháð umræddum hugmyndum að samningi yrði og í kjölfarið efnt til hugmyndasamkeppni meðal arkitekta og útboðs á uppbyggingu á grundvelli vinningstillögu. Meginástæðan fyrir tillögunni eru að íbúðarhreyfingunum finnst sjálfgefið að lóðum sveitarfélagsins sé ráðstafað í opnu útboðsferli auk þess sem engin rannsóknarvinna, svo sem þarfagreining, mat á umhverfisþáttum og svo framvegis, fór fram áður en aðalskipulagi var breytt og reiturinn skilgreindur í þágu sjúkrastofnunar. Nú er það svo að íbúaspár segja til að land á höfuðborgarsvæðinu verði fullbyggt innan 20 til 25 ára. Land í Mosfellsbæ verður því dýrmætara með hverju árinu sem líður. Samkvæmt samningnum á MBCP, nú Sólvellir, að geta eignast landið gegn afar vægu gjaldi. Það er 12 hektara lands. Fyrir 12 hektara lands fær sveitarfélagi 168 milljónir sem þýðir að hverjir 1000 fermetrar, það er svona ansi stór einbýlishúsalóð, selst á 1,5 milljónir. Ef maður bútar landið niður í einbýlishúsalóðir, þá kostar sem sagt 1000 fermetra lóð 1,5 milljónir. Bæjarstjórn ber að mati íbúðarhreyfingarinnar skylda til að hafa biðlund til að gera sem mest úr eignum sveitarfélagsins. Vel undirbúin hugmyndasamkeppni er auk þess til þess fallin að kalla fagaðila úr ýmsum áttum að borðinu. Íbúðarhreyfingin telur að hagsmunum bæjarbúa sé best gætt með því að nota þá verkferla, útboðs og samkeppni sem lög gera ráð fyrir. Í stað þess að ráðstafa lóðum í lokuðu ferli og sjá til þess að sveitarfélagi fái sem best verð fyrir sínar eignir. Og þetta var ástæðan fyrir bókun eða tillögu íbúðarhreyfingarinnar að það yrði efnt til hugmyndasamkeppni og útboðs og henni var hafnað af fulltrúum Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins í bæjarráði þessari tillögu. Og það sem nú er til samþykkis bæjarstjórnar er svo samþykkt þessara fulltrúa að fela bæjarstjóra að fara í viðræður við Sólvelli Heilsuþorp e.h.f.
mögulega uppbyggingar áform á lóð í landi Sólvalla. Í stað þess einfaldlega að rifta samningnum, auglýsa þessa lóð og efna til hugmyndasamkeppni nýtingu hennar. Og því íbúahreyfingin ekki sammála og ég mun senda Arnari bókun þess efnis. Já. Þorriði, þá lausum þessa fundargerð. Fyrirgefðu forseti, ég myndi óska eftir að sjá þessa bókun. Já. Það er búið að senda hana. Geturðu sent hana líka á mig? Geturðu sent hana á fundarlið? Það er spurning hvort við fáum bara fundarlið á meðan ef að... Já. Við gerum hérna fundarlið. Já, einmitt. Já, ég gerir það. Ok? Já, við hefjum þá funda 9 og Bryndís Harðardóttir, beðum orðið, gjörðu svo vel. Já, virðulegur forseti, ég ætla að taka til máls undir þessu sama lið sem að varðar uppbyggingu mögulega heilsuþorps í landi Sólvalla eins og það kallað. Við þekkjum hér öll forsögu þessa máls og sá samningur olli mikilli umræðu hér í bæjarstjórn en var nú afgreiddur þannig að hér var yfirgnæfandi meirihluti sem að greiddu atkvæði með því á sínu tíma. Þetta ágæta land náttúrulega í töluverðu fjarlægð hér frá miðbæjarkjarnanum og frá svona þéttbýli Mosfellsbæjar og hefur verið núna skilgreind sem stofnanalóð í alllangan tíma, líklega í áratug. Og hefur verið þannig í aðskipulagssett alllangan tíma. Ég velti því fyrir mér þegar ég hlusta á fulltrúa íbúahreyfingarinnar tala og kannski líka í ljósi þeirra tillögu sem að hún lagði fram hér við fjárhagsáætlunargerð, hvort að hún sé raunverulega að leggja til að þarna verði farið í íbúauppbyggingu, sem sagt uppbyggingu íbúa og skipulagningu íbúahverfis. Mér fannst að mætti jafnvel skilja það svo á máli hennar. En mér finnst afgreiðsla bæjarráðs bara mjög skýr og einföld og velti því nú bara fyrir mér að þarna auðvitað einhver kynning sem að ég reyndar hafandi ekki setið þennan ágæta bæjarráðsfund, sá ekki en skildist á fulltrúum í bæjarráði að þeim hefði fundist áhugaverð og vildu gjarnan fá svona frekari umræðu og samtal við þessa áhuga sömu aðila. Og ég verð að viðurkenna, ég er bara sammála því að ef að fólk hefur hér áhuga á að koma og byggja upp atvinnustarfsemi í Mosfellsbænum, þannig ekki heilsutengda starfsemi í heilsubænum Mosfellsbæ, þá finnst mér það mjög áhugavert og full ástæða til þess að taka það samtal eitthvað lengra. Þannig að forseti, ég er hér með bókun frá fulltrúum VAFF og D-lista. Hún hljóðar svo: á fundi bæjarráðs mættu aðilar sem áhuga hafa á að byggja upp heilsutengda atvinnustarfsemi í sveitarfélaginu. Afgreiðsla bæjarráðs gekk eingöngu út á að heimila bæjarstjóra að fara í viðræði við þessa aðila slík atvinnuuppbygginga áform. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að fá að lesa hérna bókun bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar. Hún hljóðar svona: bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar telja eðlilegt að rætt verði nánar við eigendur Sólvalla heilsuþorps þeirra hugmyndir uppbyggingu í landi Sólvalla áður en endanleg ákvörðun verður tekin framhald þessa máls. Ekki tímabært fyrir niðurstaða liggur fyrir úr samtali bæjarstjóra og forsvarsmanna fyrirtækisins að taka ákvörðun næstu skref í málinu. Já, ég nú sett hérna sjálfa mig á mælendaskrá og þetta mál ræðir nú mikið skipulagsþáttinn sem auðvitað nauðsynlegt. Mér langar aðeins að koma að öðrum þætti þessa mál sem að við ræðum náttúrulega líka. Það að segja starfsemina sem slíka. Það náttúrulega ekki allt ákveðið í þeim efnum. Það mun bara sú mynd mun skýrast væntanlega í þessum viðræðum sem að framundan eru. En það er talað heilsuhótel.
Mér langar að árétta skoðun mína sem ég bar fram hérna í bæjarráði og reyndar lét ég bókaði ég þar og mér langar bara að lesa það bókun hérna, hvernig hún var, stutt og laggóð. Fulltrúi Vinstri grænna í bæjarráði fylgjandi því að tekna verði upp viðræði við fyrirtæki Sólvelli byggingu heilsu og hótels í Mosfellsbæ. Hins vegar hann ekki hlynntur starfsemi á umræddu landsvæði sem byggir á einkarekstri í heilbrigðisþjónustu. Þetta auðvitað mjög mikilvægur þáttur í þessu máli og þessu viðræðum sem framundan eru. Við vitum ekki hvar þær enda, en ég gerir mikinn greinarmun á heilsuhóteli þar sem fólk leigir sér herbergi og með þeirri þjónustu sem fylgir slíku heilsuhóteli. En ef það orðið starfsemi sem tilheyrir svona telst vera heilbrigðisþjónusta með fjárframlögum frá Sjúkratryggingu ríkisins og samningi þar við, þá er það eiginlega bara allt annað mál. En eins og ég segi, sko, það finnst mér ekki vera fýsilegt. En þetta ekki hægt að segja neitt á þessum stigi. Við höfum ýmiss konar rekstur í þessum geira. Náttúrulækningar, Hæliði Hveragerði, Reykjalund líka, það eru félagasamtök sem að standa þar að bakvið og gera svo síðan samning við Sjúkratryggingar, en mér finnst það svolítið horfa öðru við þegar það einkaaðilar. En ég vildi bara árétta þessa bókun og myndin þá skýrist því að það liggur hér fyrir að bæjarstjóra verði falið að fara í viðræður við Sólvelli Heilsuþorp ehf. En við höldum áfram umræðum þetta mál og hér Sigrún Pálsdóttir næsta manneskap. Gjörðu svo vel, Sigrún. Já, ágæti forseti. Varðandi spurninguna hennar Bryndísar hvort að ég væri að mælast til að þarna risi íbúabyggð, þá var ég í rauninni ekki að stinga upp á því. Ég vil að framfari og íbúðarhreyfingin vill að framfari hugmyndasamkeppni og síðan útboð á grundvelli vinningstillögu þróun þessa svæðis. Mosfellsbær á mjög fáar lóðir og lítið land og við þurfum þess vegna að hugsa mjög vel það og skoða mjög vel hvernig við notum það. Við vildum strax í upphafi þessara umræðna, þá vildum við bara láta vita hver afstaða okkar til þess máls í rauninni, hvernig sveitarfélagið ráðstafa sínum lóðum. Og við viljum hafa þetta í opnu ferli og finnst bara í okkar samfélagi þar sem að við höfum svona mikið af fagfólki, finnst í hinum ýmsu greinum, finnst okkur einfaldlega bara vera lykilatriði að virkja þennan drifkraft samfélagsins, okkar frjálsa markaðssamfélags, til þess að fá sem best út úr því sem við eigum. Og okkur finnst að það sé ekki gert með því að afhenda einkaaðilum lóðir sveitarfélagsins sem ekki hafa farið í neitt slíkt ferli. Það finnst okkur bara ekki samræmast þeim reglum sem almennt gilda lóðaúthlutanir og heldur ekki bara þeim markmiðum sem að sveitarfélag ætti að vinna eftir. Bíddu nú við, hvað var það annað? Já, sem sagt að það að gefa svigrúm til umræðuna,
það í rauninni þýðir bara eitt fyrir okkur að Samfylkingin ekkert að leggja höfuð áherslu á að það verði enn til útboðs og hugmyndasamkeppni þennan reit. Og þess vegna, já, bara þessar hugmyndir sem búið að kynna fyrir okkur, það eru bara mjög spennandi og áhugaverðar og allt það, en hitt enn mál að ferlið þarf að stemma. Já, það Kolbrún Þorsteinsdóttir sem næst á mandaskrá. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, forseti, við ætla líka að koma til þessu máli nr. 2 í fundargerð bæjarráðs uppbyggingu Sólvalla. Í mínum huga þetta bara þannig að þarna eru komnir aðilar sem hafa áhuga á og mögulega ráð á að hefja uppbyggingu á þessu svæði. Fyrir löngu síðan var þetta skipulagt sem lóðir undir stofnanir eða stofnanalóð. Við höfum ekki haft hug á því að fara með þetta í neitt annað eins og staðan í dag allavega, og á meðan að svo að þá fáum við hingað til okkar aðila sem hafa áhuga á að hefja uppbyggingu þarna upp frá. Það verður náttúrulega ekkert gert fyrir en að bæjarstjóri hefur rætt við þessa aðila hvað á að gerast þarna, eins og kom fram í bókun Samfylkingarinnar, hún bara lýsir þessu mjög vel. Þannig að við erum bara að tala það að heimila bæjarstjóra, og nú ef að úrverður þá allavega hugnast mér mjög svo þessi uppbygging sem þarna myndi fara fram. Ég alveg sammála fulltrúa íbúahreyfingarinnar það að svona samkeppnistillögur og allt það á svæðum þar sem það á við, einhvers staðar þetta orðið gert í dag að sérstaklega þá varðandi íbúðasvæði að hefja einhverja svona samkeppni útlit og eða þar að segja hvað á að vera á tildeknum lóðum. Það hefur svolítið mikið farið fyrir því hjá sveitarfélögunum sem bara mjög gott, en þetta hófst náttúrulega fyrir 2 árum síðan með miklum látum þegar þessi Hollendingur sem nú floginn hafði áhuga á þessu svæði. Nú ekkert svo illt ekki boðið eitthvað gott, þannig að þessi lóð komst í umræðina og þarna eru aðilar sem hafa áhuga á því að hefja uppbyggingu þarna á þessu svæði fljótt og örugglega. Mér finnst einhvern veginn, þeir sýna þessu áhuga, ætlum við þá að bakka með það og segja nei, við erum hætt við, hér ætlum við bara að hefja okkur á svona samkeppni. Kannski getum við gert það, kannski þetta eitthvað sem verður ekki að veruleika, og þá getum við mögulega leyst þetta allt saman til okkar aftur og gert þá bara eitthvað allt annað við þessa lóð. En eins og staðan í dag, þá finnst mér sjálfsagt að láta á þetta reyna hvað þeir ætla að gera. Mér hugnast mjög mikið þessi uppbygging og þarna þetta er mjög atvinnuskapandi að fá svona heilsuhótel á þennan stað. Það eru aðrar lóðir sem eru í forgangi, önnur svæði varðandi að hefja uppbyggingu, og auðvitað það sem þörf á uppbyggingalóðum þar vaksa verðmætin á lóðunum, en 15-20 ár fram í tíman kannski ekki langur tími á svona, það náttúrulega það sem við erum að horfa til, en núna höfum við þetta og ég ekki tilbúin til að blása þetta fyrir en að það fullreynt að ræða þessa menn og sjá þessa aðila, til að sjá hvort að þeim takist að hefja þarna uppbyggingu og hvað í þessum samningum, og það rauninni bara það sem við erum að tala um. Bæjarstjóri fær umboð til að fara að ræða við þessa aðila, og ef okkur hugnast ekki það sem kemur út úr þeim viðræðum, að þá náttúrulega breytum við kúrs og gerum eitthvað annað. Þannig að, en eins og staðan í dag, þá finnst mér einhvern veginn ekki hægt að vera að svona bakka með þetta akkurat á þessu augnabliki þegar þessi fína tillaga í rauninni liggur fyrir. Þannig að, og það svona það sem ég vildi segja, en hitt bara gott og gilt, og þetta eins og segja oft gert í sveitarfélögum að hefja svona samkeppni og auðvitað það okkar hlutverk að fá sem mest út
út úr eigum sveitarfélagsins. En ég held að með þessari leið og þessari hugmynd að þá held ég að við okkur takist það nú svona tiltölulega nokkuð vel. Ólafur Ingi Óskarsson, næstur kjörsvar. Forseti bæjarfulltrúar. Kannski aðeins, ég ætla nú ekki að fara aftur í þessa sögu hvernig upphæði, ég vil bara minna á að þegar þetta mál kom upp á sínu tíma með þennan ágæta hollending hér, þá fylltust við allavega bæjarfulltrúar á Samfylkingarinnar miklu efasemdum um málið og eftir töluverðar umræður að þá féllust við á að fara þá vegferð þegar við töldum að það væri búið að setja nægilega skilyrði fyrir því að hvað sem að yrði þennan samning að það yrði þá að skaðlausu fyrir samfélagið hér í Mosfellsbæ. Það síðan að koma í ljós að meðal annars þau skilyrði náðist ekki að uppfylla og bærinn að losna út úr þeim samningi ef hann kæri sig Við skulum átta okkur á því að því að hér var að tala að hafa hugmyndasamkeppni eða útboð að ég lít svo á að það sé algjörlega í okkar höndum komið hér aðrir aðilar sem sýna áhuga á þessu landi til að gera einhvers konar uppbyggingu sem að í takt við það skipulag sem þarna að þá getum við sem bæjaryfirvald hvenær sem rift þessum samningi meðan hann ekki framlengdur og tekið upp aðra viðræður. En ég hef ekki, minnst kosti, heyrt það að hér hafi menn staðið í röðum og sóst eftir þessu landi. Þannig að mér finnst þessi skilyrði vera að ganga eftir. Hugmyndasamkeppnir eru góðar, það sem þær eiga við, eins og bæjarfulltrúi Kolbrún nefndi hér áðan. En ég sé kannski ekki endilega tilgangi með að hafa hugmyndasamkeppni eitthvað sem enginn hefur áhuga á, eða kannski bara einn. Það held ég að sé ekki gera sig, en þarna hins vegar eru aðilar sem koma með hugmyndir, þeir vísu kaupa þannan samning upp eins og hann og þá væntanlega fyrir ekki mikið fé vegna þess að ég rekna með því að þeir viti það að þessu uppsagna ákvæði þau eru virk og við getum hvenær sem nýtt þau. Það algjörlega í okkar höndum. En þeir koma hins vegar með hugmyndir og þessar hugmyndir sem þeir viðruðu hér á Bæjarráðsfundinum, þær voru langt í frá að vera eitthvað fastsettar hugmyndir. Ég held að það eru frekar verið, ég leita á þetta bara sem frekar sem svona bara viðræðugrundvöld sem þeir höfðu bara áhuga að ræða og á grundvöldi þess að bæjarstjóra falið að ræða frekar við þessa aðila. Hvað kemur síðan út úr þeim viðræðum? Það bara eitthvað sem við eigum eftir að taka á síðar. Kannski hugnast okkur það, kannski ekki. Ég ekki tilbúinn að taka ákvörðun fram í tímar eitthvað sem ég hef ekki upplýsingar Þannig að þessi einkennilega bókun bæjarfulltrúa íbúðarhreyfingarinnar, túlkun á bæjarfulltrúa íbúðarhreyfingarinnar á bókun Samfylkingarinnar, ég bara skil hann ekki. Að hvernig var hægt að fara þessa Fjallabaðsleið í þeirri túlkun. En svo bara vona ég að það kom eitthvað gott út úr þessu samtali, allavega eitthvað sem við getum fest reiður á og tekið ákvörðun á grundvelli þess samtals. Takk fyrir. Já. Sigurður, þú ert að beðið orðið í þriðja skipti og það nú ekki Já, ég náttúrulega hóf þessa umræðu. Já, það skiptir ekki máli þessu svo mikið. Já, ég vil bera mér ámæli. Ég sá nú ekki að vera neitt að bera á því ámæli. Bæjarfulltrúi Ólafur Ingi sagðist ekki skilja bókun þína, en það ekki að bera ámæli á því. Skildi ekki túlkun á bókun? Túlkun á bókun Samfylkingar afsakið. Mega sem sagt engar umræður eiga sér stað. Já, innan þess ramma sem að hver sem bara að segja hvað sem honum dettur í hug. Samþykktin kveður á. Við fylgjum hérna sem sagt bæjarstjórn Mosfellsbæjar og já, orðið ennþá laust en fundargerðina. Ég að biðja máli. Já, undir þessu máli. Já. Því miður get ég ekki orðið í því. Þá bara biðja fundar því ég ætla að bóka. Já. Þá gerum við fundan hér. Sigrún, Eigum við ekki að hlýta stjórn forseta núna einu sinni? Sigrún, ámælin, ertu að vísa til það sem Ólafur sagði? Sigrún, er það ámælin? Ég tætti mig gæti orðina, Já. Ertu að vísa til orða hans?
Á 109 ágætu bæjarfulltrúar og Sigrún Pálsdóttir hefur orðið og til að gera stutta athugasemd fundarstjórn forseta eins og það hljómar í samþykktum með stjórn Mosfellsbæjar. Ágæti forseti, ég er hér með bókun fundarstjórn forseta. Bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingar mótmælir þeirri valdníðslu forseta bæjarstjórnar Bjarka Bjarnasonar að meina bæjarfulltrúa sem í þessu tilviki var flutningsmaður tillögu að taka til máls þriðja sinni. Svo ákvörðun gengur í berhögg við samþykktir sveitarfélagsins. Í samþykktum stjórn Mosfellsbæjar segir í 15. grein með leyfi forseta: Bæjarstjórnarmaður má tala tvisvar í hverju umræddu máli, við hverja umræðu máls. Heimilt er þó bæjarstjórnarmanni að taka oftar til máls til að bera sig ámæli eða til að gera stutta athugasemd fundarstjórn forseta. Framkvæmdastjóri, flutningsmaður tillögu eða framsögumaður mega þó tala oftar en tvisvar við hverja umræðu máls. Já, ég það var aðeins að fá að svara þessu og reynum höldum áfram fundinn og bæjarfulltrúi bað nú hérna orðið áðan til að bera sig ámæli ef ég skil það rétt og ég taldi það nú ekki að neitt hafi verið að bera hana ámæli en nú kemur hann hérna upp og sakar það sem hér stendur valdníðslu. Það er nú reyndar svolítið endurtekið efni, það var nú kannað samorðulega á síðasta bæjarstjórnarfundi þar sem hún sakaði mig valdníðslu í svipuðu máli, samskonar máli. Við höfum samþykktir Mosfellsbæjar, samþykktum stjórn Mosfellsbæjar heitir það og bæjarfulltrúi var að lesa upp úr því áðan. Ég sé ekki ástæðu til þess að endurtaka það. Þessi liður það sem snýst þá túlkun forseta, hver sem gegnir því embætti hverju sinni. Nú snýst það túlkun forseta að því að hvað er að vera flutningsmaður tillögur. Það getur nefnilega verið dálítið teygjanlegt. Ef einhver kemur með tillögu á bæjarstjórnarfundi og segir stutt og laggott, ég legg til að þessu máli verði frestað eða ég legg til þess að máli verði vísað til ákveðna nefndar, þá hef ég þá líta þá allir séu sem að koma með einhverja tillögur séu þá það er þá heimild til að tala oftar en tvisvar. Þetta getur alveg verið túlkunaratriði og sá sem að túlkar það hverju sinni, það er forseti bæjarstjórnar. Og ég túlka þetta þannig að í þetta skipti að vissulega var hann ákveðna hugmynd og tillögu þarna sem hún ræddi í bæjarráði. Hún er ekkert að flytja neina tillögu hér á þessum fundi, nema hún er bara að árétta sína fyrri tillögu. Það er ekki ný tillögu á borðinu núna, við erum að ræða fundargerð bæjarráðs, þannig, og þar komum við með tillögu, en viðkomandi bæjarfulltrúi var ekki að koma með neina tillögu hér sem var sérstaklega til umræðu. Hún var rædd og hún var bókuð, en þetta er tillaga sem kemur í bæjarráði. En þetta getur vissulega verið túlkunaratriði, þetta var mín niðurstaða og ég þar eru við. Og við höldum síðan áfram fundinum og Bryndís, þú varst hvað fyrir morgun, gjör svo vel. Já, virðulegi forseti, ástæða til að þakka forseta bara fyrir röggsama fundarstjórnun og segi það líka, ég skil þá umræðu sem átt hefur sér stað með sama hætti, þar að segja hér var lögð fram bókun og verið að ræða efni sem rætt hafði verið inn í bæjarráði en ekki verið að flytja eiginlega tillögu, eða ef svo er þá hefur það allavega algjörlega farið fram hjá mér. En ég ætlaði nú ekki að taka til máls fundarstjórn forseta heldur þetta ágæta mál sem við ræðum hér og er ég þá að taka til máls hér í annað skiptið það mál. Ég lagði fram bókun áðan og svona fór kannski bara örstutt yfir okkar sýn á þetta, en mér langar svona í ljósi þeirra umræðu sem hefur svo skapast hérna í kjölfarið að fara aðeins yfir það. Hér hefur verið rætt að fara í hugmyndasamkeppni og er enda langar að taka undir það sem kom fram í máli bæjarfulltrúa Ólafs áðan og Kolbrúnar held ég líka. Hugmyndasamkeppni getur oft verið bara góð og gild leið, en hugmyndasamkeppni kostar líka töluverða fjármuni. Það hleypur á einhverjum 20 milljóna eða það slær ekki upp í 100 þegar við eflaust eftir því hvað er að ræða. Og út af því að hér var vísað áðan í drifkraft hins frjálsa markaðshagkerfis sem að ég aðhyllist nú
að flestu eða öllu leyti, að þá einmitt aðhyllist ég ekki það að við sem sveitarfélagi eigum að ákveða hvers konar atvinnustarfsemi eigi að vera hér og þar og þar af leiðandi fara í einhverja samkeppni um eitthvað sem við vitum ekki hvort það sé eftirspurn og áhugi fyrir, eins og bæjarfulltrúi Ólafur kom hér ágætlega inn á. Þannig að við höfum til dæmis farið þessa leið með hugmyndasamkeppni málefni ævintýragarðsins, gjörum það hér á sínu tíma og fengum ágætis tillögur þar sem við vorum þá að byggja upp útivistarsvæði, höfum alveg skýra sín á það hvað við vildum sjá, útivistarsvæði fyrir íbúa og fengum svo landslagsarkitekta og aðra annað hugmyndafólk að því að koma með hugmyndar slíku. Það hefur oft verið nefnt hér líka hugmyndasamkeppni Hafravatn og mikið væri nú óskandi að við getum einhvern tíma farið í slíka vinnu það að þróa það sem útivistarsvæði fyrir íbúa. Hér var á sínu tíma farið líka í arkitektasamkeppni kirkju og menningarhús í miðbæ Mosfellsbæjar með ágætis árangri. Sama má segja Helgafellslandið, þar var farið í hugmyndasamkeppni rammaskipulag fyrir það og augað og það skipulag afrakstur þess. Þannig að þær geta vissulega oft verið af hinu góða, en ég get ekki séð að sveitarfélag geti ákveðið að taka hér svæði einhvers staðar, mér liggur við að segja upp í sveit, og ákveða, heyrðu, hér viljum við frá einhvers konar heilsustarfsemi og förum í einhvers konar hugmyndasamkeppni það vitandi ekki hver áhuginn er. En það sem við erum með hér í höndunum eru aðilar sem hafa áhuga á því að koma að atvinnuuppbyggingu, heilsutengdri atvinnuuppbyggingu í sveitarfélaginu. Og ég bara tek undir það sem hér hefur sagt, mér finnst mjög erfitt að segja nei við slíku. Ég vil bara fá hér aðila sem að vilja reka hér svona umhverfisvæna og góða atvinnustarfsemi innan sveitarfélagsins og til mjög mikilvægt að við þróum byggð hér í Mosfellsbæ þannig að hér sé ágætis blanda af íbúabyggð og atvinnustarfsemi. Og ég vil þá bara minna á það að þessi sýn mín hefur endurspeglast ágætlega hér í störfum meirihluta í bæjarstjórn og reyndar held ég að flestir bæjarfulltrúar hafi tekið undir það. Hingað hafa á síðustu árum komið frumkvöðlar, hafa haft áhuga á að byggja hér upp Víkingaþorp, Miðaldabæ, heilsustofnun núna, gagnaver og eflaust það eitthvað hótel hér og ferðaþjónustu, skrifstofuhúsnæði og verslanir og annað hér í miðbænum. Og við höfum almennt tekið þessum aðilum vel, verið tilbúin að hlusta og sjá hvað þeir hafa fram að færa og í sumum tilfellum hefur það gengið svo langt að það liggja fyrir einhverju viljayfirlýsingar eða jafnvel samstarfssamningar. Þannig að ég einhvers konar orðræða það að hér sé ekki verið að gæta gegnsæis eða mögulega verið að brjóta einhverja reglur eða slíkt, ég vísa því alfarið á slíkt. Ítreka það að þessi lóð hefur verið á skipulagi sem stofnanalóð í fjölda ára og ef að einhver er núna búinn að kaupa eitthvað fyrirtæki sem að við höfum heimilað hér áður að fara í einhvers konar uppbyggingu þá sé enga ástæða til annars en að tala við þessi ágætu aðila. Og ég tek líka undir það að ég hef ekki heyrt af fleirum aðilum sem hafa komið hingað og óska eftir því að byggja upp einhvers konar atvinnustarfsemi á þessu svæði. Svo langar mér aðeins að fara inn á það að það var hér talað að landrými væri ekki nægt. Það er vissulega rétt að Mosfellsbær sjálfur á ekki mikið af landi. En landrými í Mosfellsbæ er umtalsvert og með þeim stærsta hér á höfuðborgarsvæðinu. Og það sem við eigum á óbyggðum íbúðasvæðum er mjög mikið. Og þá vil ég bara aðeins út frá þessu spurningu sem ég kom á það með til bæjarfulltrúans og hún svo sem svaraði hún væri ekkert endilega að leggja til að þarna er íbúabyggð en það var þó ákveðin tillaga í fjárhagsáætlun það að bara mikilvægi þess að við horfum á aðalskipulagið okkar og svæðisskipulagið og fylgjum því þegar kemur að þróun íbúabyggðar. Það er bara sameiginleg sýn okkar hérna á höfuðborgarsvæðinu, kemur einmitt út af það að við viljum nýta landið vel og huga að umhverfismálum og landnýtingu og þá er það auðvitað eðlilegast að næst væri hægt að fara í uppbyggingu á Blikastaðalandi, samfara uppbyggingu borgarlínu. Og ég bara þess vegna vil ég ítreka það sérstaklega þannig að ef að þessir aðilar hefðu til dæmis ekki bara farið í hefðbundna íbúabyggð, þá myndi ég hafna slíkum hugmyndum. Því mér finnst hún ekki eiga heima þarna, það eru mörg önnur svæði sem að koma til greina á undan. Get ég til dæmis þá nefnt Lágafellslandið því þar hafa landeigendur ítrekað komið til okkar að vilja fara í uppbyggingu og við höfum hafnað á þeim forsendum að segja að það er örugglega ekki næst í röðinni. Og þegar kemur að slíkri uppbyggingu þá verðum við alltaf að horfa heildstætt á það hvernig ætlum við að byggja upp og standa undir innviðum sem fylgja íbúðaruppbyggingu. En bara að lokum, ég ítreka því, ég fagna því ávallt þegar aðilar vilja koma hér og byggja upp atvinnustarfsemi. Ég held að það sé mjög mikilvægt. Við höfum fundið svolítið fyrir því núna og verið að ræða það atvinnustarfsemi sem er að víkja að höfuðborgarsvæðinu, svona plássfrek, athafna og iðnaðarstarfsemi hefur verið að leita svolítið til okkar. Og ég mun örugglega fjalla það hérna á eftir undir fundargerð skipulagsnefndar, en svona atvinnustarfsemi tengt okkar áherslum í heilsumálum, náttúru og umhverfisvernd, ég bara fagna því mjög.
ég held að sé samt ekkert, sko, það er ekkert orðið í þessu málum, en þetta er ykkur aðilar sem hafa áhuga og mér finnst full ástæða til þess að við ræðum við það og sjáum svo hvað setur í þeim efnum. Já, forseti ætlar að gera hérna stutt fundarhlé. Þetta þú að sjá þig eitthvað? Já, ágætu bæjarfulltrúar, við höldum það áfram með fundinu. Við erum ennþá að ræða fundargerð bæjarráðs frá 7. desember. Þessi fundur var númer 1333 og orðið er ennþá laust þá fundargerð. Það var menningarmálanum. Nei, við erum ennþá í bæjarráði. Og ég skal hérna ríða á væðið bara ef enginn kveður sér annar hljóðs. Það er annað mál sem er hér reyndar númer 3. Sem hljómar þannig Ósk Sómos EHF stöðuleysi fyrir vinnubúðir. Það var ákveðin umsókn sem var tekin hér til afgreiðslu. En það var hafnað þess að samræmdist ekki gildandi deiliskipulagi. En svo stendur hér í niðurstöðunni orðrétt, jafnframt samþykkt að fela bæjarstjóra að ræða húsnæðismál erlends starfsfólk á vettvangi SSH. Eins og við öll vitum er þetta stórt og mikið mál. Þá er ekki talað bara þessa umsókn, heldur húsnæðismál erlends vinnuafls hérna landið, sérstaklega á Reykjavíkursvæðinu. Og það, mér finnst að vera hérna góðsviti að bæjarstjóra var falið að ræða þetta á vettvangi sveitarfélaganna hérna á höfuðborgarsvæðinu. Því þetta mest er þörfin fyrir slíkt húsnæði einmitt hér á suðvesturhorninu. Þá er ég lokið máli mínu og annars er þér, þú varst búin að biðja orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ég kemur hérna upp fyrir sama máli númer 3. Já, ég sem sagt, þessi erindi synjað bara á grundvelli þess að það samræmist ekki gildandi deiliskipulagi, sem er þá eðlilegt að synja málinu, en ástæðan fyrir því að ég kem hérna upp er svo að tala í raun og veru það sama og forseti nefndi hér rétt áður, að þetta er þessi húsnæðismál fólks sem kemur hingað til starfa frá útlöndum og dvelur hér lengri eða skemmri tíma, þau virðast vera algjörlega ólestri á höfuðborgarsvæðinu. Og ég held að það sé og við höfum tekið góða ákvörðun á bæjarráðsfundinum að óska eða senda bæjarstjóra á fund SSH til þess að ræða í breiðu samhengi þessi mál, hvernig sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu geta í sameiningu komið málum þannig fyrir að fólk sem kemur hingað til starfa fái mannsæmandi aðbúnað hvað varðar húsnæði. Einn hluti af því er líka hvar setjum við upp svona búð. Auðvitað vitum við það þurfa að vera einhvers konar vinnubúð, starfsmannabúðir eða hvað þetta er kallað, en þá er líka spurning viljum við að þær séu allar á einum stað, og það er þessu tilfelli á Tungumýri. Það eru þegar þarna upp frá samkvæmt sérstöku samkomulagi við Ístak, þar eru starfsmannabúðir fyrir starfsmenn þeirra og ef maður horfir bara út frá svona kannski félagslegu sjónarhorni, þá er kannski ekki skynsamlegt að setja alla svona íveru staði á sama staðinn. Og ég held að sé mjög brýnt að sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu ræði þessi mál, vegna þess að það er náttúrulega ekki, það er í raun og veru ekki, ég veit ekki hvað ég á að leyfa mér að taka djúpt í árinni, en þær fréttir sem við höfum heyrt af því hvernig stundum er búið að þessu fólki sem kemur hingað að vinna störf sem að við höfum ekki mannafla til að vinna. Við Íslendingar sem búum og störfum í þessu landi, að við erum ekki nógu mörg, þannig að við fáum fólk að utan til þess að vinna verk fyrir okkur, og þá verður að vera þannig búið hnútana að fólk búi við mannsæmandi aðstæður. Þannig að ég vildi bara aðalega segja það að ég vona að það verði góð og öflug umræða þetta á vettvangi SSH og við fáum einhver góð skilaboð frá þeim fundi þegar honum er lokið.
Já, Sigrún Pálsdóttir, þú ert næst á mælendaskrá, gjör svo vel. Já, ég kynnti fram undir sama máli óskum starfsmannabúðir, stöðuleyfi fyrir vinnubúðir, þetta heitir nú stendur hérna titill máls vinnubúðir en þetta heita náttúrulega starfsmannabúðir og það er náttúrulega þannig mál með vesti að starfsmannabúðir eru hérna tímabundi úrræði. Ennilega eru starfsmannabúðir reistar vegna tiltekinna framkvæmda og svo þegar að þeim framkvæmdum lýkur þá eru þær fjarlægðar aftur. En það hvernig sko svona starfsmannabúðir eru hins vegar starfræktar á höfuðborgarsvæðinu, það samræmist ekki þessari skilgreiningu á starfsmannabúðum eins og þær eru skilgreindar í reglugerðinni. Við fórum upp á Tungumela fyrir nokkrum vikum og fórum að skoða þar starfsmannabúðir sem að Ístak rekur þar og þær starfsmannabúðir eru til dæmis búnar að standa þarna í 10 ár og þess eru dæmi að starfsmenn sem að vinna þarna að þeir hafi búið þarna mjög lengi, alltaf 10 ár, allan þennan tíma. Þannig að sko það þarf að skoða þetta í heildarsamhengi. Á fundi bæjarráðs 16. nóvember þá kom þetta málefni fyrst á dagskrá og ég lagði til við bæjarstjóra af því að hann er fulltrúi okkar í SSH að hann tæki þetta mál upp og á vettvangi SSH og það yrði gerð svona heildarendurskoðun bæði á því hvernig sko, þessi húsakostur og líka náttúrulega að sveitarfélögin kæmi sér saman hvernig á að standa að þessum málum. Og ég bara lýsi yfir ánægju minni með það að Haraldur síðan lagði til sjálfur á þessum fundi 7. desember lagði hann til sjálfur að gera þetta svona og ég held að það sé bara mjög brýnt að við hugsum líka mannréttindi þessa fólks. Þessi húsakostur að hluta til eins og Anna Sigríður sagði áðan skelfilegur og það höfum við náttúrulega séð í fjölmiðlum og bara mjög brýnt að bæta úr því. Það er alveg á hreinu að erlendum verkamönnum á Íslandi mun bara fjölga. Það er mikill skortur á vinnuafli og alveg ljóst að þeim mun fjölga til muna á næstu árum. Og þá þurfum við líka hugsandi það, þá þurfum við líka að forðast öll mistökin sem aðrar þjóðir hafa gert. Eins og til dæmis Þjóðverjar, þeir fluttu inn mikið erlendu vinnuafli á 7. áratugnum og við gætum til dæmis lært heilmikið af þeim. Það urðu til gettó út allt Þýskaland af erlendu vinnuafli. Það sama á við Frakkland, við vitum til dæmis hvernig ástandi í París og fleiri borgum og við þurfum bara að læra af mistökum annarra þjóða og búa almennilega að þessu fólki og gæta þess að mál þróist ekki í þá veru sem að þau hafa þróast erlendis. Já,
Nú, fleiri hafa nú ekki hvatt sér hljóðs þessa fundagerð bæjarráðs 7. desember, þannig að umræðum lokið hana og ég bið þá bæjarfulltrúa rétt upp hönd sem að staðfesta hana eins og einstök mál bera með sér. Hún samþykkt með 9. Nei, ég vil sérstaka atkvæðagreiðslu Málefni 2. Já, við verðum við því þá er rétt að greiða sérstaklega atkvæði málefni 2. Þessari fundagerð, mál númer 2, sem heitir uppbyggingar áform Sólvalla. Og þeir sem staðfesta það mál eins og niðurstaðan var það var benni rétt upp hönd, en einhver á móti, og samþykkt með 8 atkvæðum, það er að segja þetta mál. Þá ber ég fundagerðina öðru leyti og þeir sem staðfesta hana öðru leyti, það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við búin með þessar 2 fundagerðir bæjarráðs og þá er komið að nefndum og ráðum bæjarins. Og það er fyrst menningarmálanefnd sem hélt fund 27. nóvember síðastliðinn, fundur númer 209. Ég gef orðið laust. Anna Sigríður. Forseti, ég kem hér upp undir máli númer 1, menningarviðburður aðventu 2017. Aðal ástæðan fyrir því að ég kem hérna upp núna er að á þessum fundi var tekið fyrir þetta mál menningarviðburður aðventu 2017 sem að eru náttúrulega eins og samkvæmt orðunnar hljóðan á ábyrgð og í umsjá menningarmálanefndar, menningarviðburðir á aðventu. Á þessum fundi, þar sem átti að ræða menningarviðburði á aðventu, var þegar búið að ákveða alla atburði á aðventu og ekki bara það heldur var búið að auglýsa það. Ég verð bara að lýsa vonbrigðum mínum með þessi vinnubrögð. Við veljum fólk til starfa í nefndum og nefndirnar hafa náttúrulega mikið lýðræðislegt hlutverk til þess að undirbúa og undirbyggja og ræða þá hluti sem við tökum síðan ákvarðanir á til dæmis á þessum vettvangi hérna. Og það er athyglisvert að þessi nefnd, hún fundaði 16. ágúst og síðan líða rúmir 3 mánuðir þangað til hún fundar aftur. Þetta finnst mér bara eiginlega ekki boðlegt. Mér finnst þetta slæmt. Mér finnst þetta mjög slæmt hvað varðar þá fulltrúa sem við kjósum sem fulltrúa okkar inn í þessari nefnd. Mér finnst í raun og veru gert lítið úr hlutverki þeirra. Og ég held að þetta sé líka bara slæmt fyrir menningarmál í Mosfellsbæ að nefndin skuli vera svona óvirk. Og ég bara endurtek það sem ég sagði áðan að það að setja á dagskrá nefndarinnar eitthvað sem ætti þá hlýtur að hafa átt að vera umræðu menningarviðburði sem er búið ákveð og þar af leiðandi fer ekki fram umræða einhverja nýjungar eða breytingar eða neitt þess háttar. Nefndarmenn standa frammi fyrir orðnum hlut. Þetta er auðvitað á ábyrgð meirihluta bæjarstjórnar Mosfellsbæjar að stýra og það hvernig nefndir á vegum bæjarins starfa. Og þetta er, ég er ekki að því það vill nú þannig til að formaður nefndarna situr núna hérna bæjarstjórnarfund. Auðvitað ber formaður nefndar mjög mikla ábyrgð á störfum nefnda, það liggur bara í augum uppi. En formaðurinn er ekki einn, hann er hluta meirihluti í bænum og hérna seinna á dagskrá þessa fundar þá er málefni, með leyfi forseta, þá er málefni Hlégarðs og ég bara hugsa sem sagt þar er, ef ég má vitna í
afgreiðslu þess máls, má ég það forseti? Spurning Máls númer 3. Spurning hvort við klárum þetta mál. Nei, það tengist að því, þeim tengist þess ég ætla að segja, Já, sko, gott og vel, já. að þar ákveður nefndin að samþykkjurinn af forstöðum með þjónustu og samskipti og forstöðum með bókasafns og menningarmála vinni samantekt og kostum og göllum vegna 2 sviðsmynda rekstrar og hlégarði. Annars vegar verið þeir þættir skoðaði við óbreytt fyrirkomulag og hins vegar sviðsmynd sem miðast að bærinn annir sjálfur rekstur hlégarðs. Og ég bara spyr, hvað er verið 3 mánuða hlé aftur á fundum menningarmálanefndar? Þá mun menningarmálanefnd ekki koma að málum hlégarðs. Fyrir utan að nefndin hefur ekki tekið þessa umræðu og hefði í raun og veru að mínu áliti átt að ræða þau mál til þess að nesta þessa embættismenn með skoðunum nefndarinnar á það hvað væri hugsanlegir, skynsamlegir fletir á þessu verkefni sem hlégarður og ég biðst afsökunar á að tala og mikið farið þarna á milli mála. En mér finnst þetta áhugjefni og ég ætla að leggja fram bókun frá Samfylkingunni undir þessu máli. Og hún hljóðar svona. Nefndir bæjarins gegna lykilhlutverk í lýðræðislegri stjórnsýslu og undirbúningi ákvarðana sem teknar eru á vettvangi bæjarstjórnar og innan stjórnsýslunnar. Því er ótækt að nefndir fundi ekki með reglubundnum hætti eins og því miður er reyndið með menningarmálanefnd sem fundaði þann 16. ágúst og síðan ekki eftir fyrir rúmlega 3 mánuðum síðar eða þann 27. nóvember. Meðal mála á dagskrá þess fundar voru menningarviðburður og aðvendu, engin umræða nýjungar eða breytingar fór fram enda þegar búið að fastsetja alla viðburði og auglýsa. Bæjarfulltrúar Samfylkingar hvetja meirihlutann til að standa betur á málum og lyfta lýðræðislegu hlutverki og starfi nefnda á þann stall sem hæfir. Og ég ætla áður en ég fer úr pontu þá ætla ég bara að nefna það að nefndastarfið er á ábyrgð pólitísks meirihluta í bæjarstjórn, ekki á ábyrgð embættismannanna sem ráðnir eru til starfa hér. Já, það er 2 beðið orðið og Hreiðar Örn er vestur, gjör svo vel. Forseti, þakka þér fyrir, varðandi þennan lið kannski fyrst ég byrja á tímasetningu nefndarinnar. Starfsmaður nefndarinnar hætti og kom annar og þetta fór fram úr öllu og ég tek á mig það ábyrgð. Við náðum þá að funda og í kjölfar af þessu settum við þó fundaplan alveg til kosninga, fast prógram, þannig að við auðvitað lærum af því sem fer undan eða við náum ekki að halda utanum. Varðandi menningarviðburð og aðvend og þann lið á hverju einasta ári, þá hefur það verið fastur liður að við fáum í raun og veru bara skýrslu frá starfsmönnum bæjarins í miður. Við höfum rætt það áður og fá það fyrir inn og geta rætt það en þetta hefur verið þessi ferill og ég tek alveg undir skoðun þína varðandi hlutverk nefnda og annað slíkt. Varðandi hlégarð og ég fari líka með inn í þessa umræðu, þá erum við búin að taka nokkrum sinnum umræðu þessu viðsmyndir og þær hugsanir sem við vildum leggja fram með plani og unnuða með Aldísi lengi vel og þarna voru komin 2 nýjir starfsmenn þannig að við vorum ekki með þau gögn á fundum en hvöttum þessa starfsmenn til þess að fara yfir þau og skoða þessar sviðsmyndir og vonandi gerist það eins hratt og mögulegt er. Já, Sigrún, gjör svo vel. Já, ágæti forseti, ég kem hér líka fram undir í rauninni bara málefnum undir þessari fundagerð, nr. 209, menningarmálanefndar. Það var mikið þennan fund rætt í mínum ranni fyrir fundinn vegna þess að fulltrúi íbúahreyfingarinnar, áheyrnarfulltrúi íbúahreyfingarinnar í menningarmálanefnd hafði ekki tök á að mæta á þennan fund og samt var fundurinn haldinn á þeim tíma
sem hún komst ekki. Þrátt fyrir að það væri vita fyrirfram, þá var fundurinn haldinn á öðrum tíma en venjulega, án þess að taka tillit til þess að hún gat ekki mætt á fundi. Og það finnst mér umhugsunarvert og ekki góð vinnubrögð. Í einu póstinu sem að ég las varðandi þennan fundartíma, þá nýjan fundartíma sem sagt kom fram að það stæði til að fara að halda fundi á morgnana og sá tími hentar fulltrúa íbúahreyfingarinnar bara alls ekki, af því að hún kennari í skóla. Og það nú einu sinni þannig að í upphafi hvers kjörtímabils þá ákveðið á hvað tímum nefndir funda og sé breytt út frá því, þá geta mál orðið mjög flókin vegna þess að fólk náttúrulega búið að haga sínu lífi í samræmi við það hvenær fundir eru haldnir og svo framvegis og líka bara mjög óvenjulegt að breyta svona fundatíma nefnda á rétt fyrir lok kjörtímabils. En það var sem sagt ofan á að breyta því ekki. En það sem að mig langar að forvitnast það þessi starfsáætlun af því að hún fylgir ekki fundagerðinni. Venjulega koma starfsáætlanir inn á sem sagt inn í fundagerðin. Áttu menningarviðburð þetta? Áttu við menningarviðburð? Nei, bara starfsáætlun nefndarinnar sem hann Hreiðar var að tala að þau væru búin að ákveða hvenær fundirna yrðu haldnir. En allavega að mér finnst alveg höfuðatriði að þessi gætt þegar að verið að ákveða fundi í nefndum sem þar að auki funda svona sjaldan, að það sé þá gert þannig að allir geti mætt á fundina. Já, nú eru 3 komnir hérna á mælendaskrá og Hreiðar vesturgjörsvöld. Forseti, ágætu fundamenn. Menningarmálanefnd fundar mjög óreglulega. Hún fundar þegar málefni koma upp. Það eru fastir tímar, sérstaklega í mars og maí og í ágúst, en síðan farið eftir þeim þegar málefni koma upp. Undanfarið kjörtímabil hafa aðilar í nefndinni rætt þann möguleika að hafa morgunfund. Og við höfum rætt það að það væri gaman að reyna það einu sinni og sjá hvernig til tækist. Við vorum í tímaþröng þegar þessi fundur var ákveðinn. Við þurftum að koma að funda út af fjárhagsáætlunargerð og ýmis önnur mál sem voru brýn. Þá reyndum við þetta í þetta sinn. Við sáum það að það gekk ekki. Þar af leiðandi höfum við fast sett okkur að þá nú að vera skrifað aukstar að það er 2. þriðjudag í hverju mánuði, svo framalega sem að séu málefni til að funda Ef málefni ekki til að funda þá fellur svo fundur niður. Já, Ólafur Ingi, þú ert næstur Björnsvöld. Forseti, byrja á því að taka hér undir bæði það sem bæði Anna Sigríður sagði mikilvægi nefnda og starf og auðvitað getur vissulega komið upp einhver tilvik sem að setja svona áætlunum skorðum. Ég ætla ekki svo sem að dæma þessi tilfelli. Ég vil líka taka undir það sem bæði Sigríður Pálsdóttir sagði. Það mjög mikilvægt að það sé regla á fundum nefndana. Bæði hvað var það dagsetningar og tíma ekki síst, vegna þess að svona í upphafi kjörtímabils þá held ég að menn getur verið misjafnlega uppteknir, þannig að það þarf að stilla þetta aðeins til og finna heppilegan tíma sem allir geta sæst og reyna að standa við það. Það bara mjög mikilvægt, við þekkjum það sem störfum í nefndum að geta alltaf eitthvað kemur upp og sem breytir þessu, en reyna absolutt að halda fyrirfram ákveðnum fundtíma. Það að segja sumar nefndir kannski eru
fyrstu viku, fyrsta 50 dag í mánuði og svo framvegis, að reyna að halda því formi og halda tímanum líka. Þannig að þá getur maður skipalega sér fram í tíman og ef menn get ekki mætt, ef það kemur eitthvað upp á, þá kallar maður bara í varamenn. Til þess eru þeir. Nú, að öðru leyti þá var langar með aðeins bara í fyrsta lið þessari fundargerðar sem við erum að fjalla um hjá menningarmálanefnd, þá finnst mér það mikill kostur bara svona fyrir mig sem bæjarfulltrúa og örugglega líka fyrir almenna íbúa sem lesa kannski fundargerðir, ég veit nú ekki hvað þeir eru margir, en það kæmi fram hvaða viðburðir þetta eru sem að verða þá aðventunni sem nú reyndar rúmlega hálfnuð. Já, það allavega hefur ekki komið, það er það bara einhver mistök, það væri þá æskilegt að því að væri bætt inn. En hins vegar þá hef ég hlerað það, þó að það sé ekki beint á aðventunni, að mér skilst að 13. í Mosfellsbæ verði á 13. ár. Og það gleður mig sérstaklega sem áhuga mann það að hafa 13. á réttum tíma. Ég hef talað um þetta áður og ég fagna þessu og ég vona að þetta verði regla hér eftir. Bryndís, Björnsvall. Já, forseti, ég stundum líka íhaldsöm og ég var einmitt að spá í það hvort það kæmi ekki örugglega því að við myndum ræða 13. og á hvaða vikudegi 13. hátíðin yrði haldin. Bara svona svo við haldum í hefðina, því að ég held að það hafi nú yfirleitt komið til tals hérna í bæjarstjórn. En ég í rauninni að taka til máls hérna undir lið 1 og þeirri umræðu sem að hér hefur skapast í kjölfarið á því. Ég get alveg tekið undir margt af því sem kom hérna fram í máli bæjarfulltrúanna hér áður og í bókun fulltrúa Samfylkingarinnar. En mér langar þó að hafa þann fyrirvara á að við treystum líka starfsmunni fyrir ákveðnum verkefnum. Og þegar talað um menningarviðburð á aðventunni og það er verið að tala um mjög hefðbundin viðburð eins og til dæmis 13. hátíðina sem að ég vek athygli á að menningarmálanefnd ákvað á sínu tíma skildi vera á laugardegi að þá sé ég ekki sérstaka ástæði til þess að nefndin sé að funda sérstaklega og fara yfir þá dagskrá. Heldur finnst mér bara full ástæði til þess að okkar ágæta starfsfólk sem hefur þetta á sinni könnu bara geti sinnt því innan þess ramma sem ákveðin hefur verið utan það og eins á við aðra svona hefðbundna menningarviðburði. Og þegar það er aðeins komið inn í varðandi fjölda funda og svona þá bara var ég aðeins að kíkja yfir þetta. Þetta eru á bilinu 6 til 8 fundir sem að menningarmálanefnd hefur haldið ári. Þetta var 8. fundir hennar á þessu ári ef ég er að telja þetta rétt samkvæmt heimasíðunni, þannig að það er í rauninni ekkert óeðlilegt við það og kannski samræmi við það sem verið hefur á síðustu árum. Svo kann einhver þykja ástæða til þess að virkja menningarmálanefnd eitthvað frekar og það ágæta fólk sem þar starfar og mér finnst það kannski svona allt önnur umræða og þá myndi ég gjarnan vilja við tækjum svolítið fyrir bara nefndarskipanin okkar og hvað við viljum leggja áherslu á. Mér finnst í sjálfu sér ekki að eiga að vera áherslumál hjá okkur að hver og ein nefnd fundi í hverju mánuði. Heldur fyrst og fremst eigi að tengjast svona því starfsviði þeirra og þeim málum sem við viljum leggja áherslu á. Og bara ég var nú að renna hér yfir samþykktir menningarmálanefnd á meðan við vorum í þessari umræðu og þar er bara margt mjög gott og ég get ekki betur séð en að menningarmálanefnd sé vel að rækja það hlutverk sitt. En verð þó að viðurkenna að þegar kemur inn í verkefnina þá svona fyllist maður sannfæringum það að það sé bara ástæða til þess að fara að endurskoða þessa ágætu samþykkt. Því hér er til dæmis eitt af verkefnum nefndarinnar að vera ritnefnd söguritunum sögu Mosfellsbæjar til halds og traust. Og sem betur fer og til mikillar lukku þá hefur svo það ágæta rit komið út. Það var nú hér umræðuefni í mörg ár. Þannig að ég myndi nú kannski bara hvetja til þess að það væri kannski, við færum það bara aðeins yfir það hvað við viljum fá út úr störfum menningarmálanefndar og þá bara leggja áherslu á það að ganga samt ekki á langt. Því ég hef hér á árum áður gagnrýnt fundargerðir nefndar þar sem verið er að fjalla jólatréskemmtun og menningarmálanefnd hér á árum áður satt og gerði músastiga á fundum sínum fyrir jólatréskemmtunina. Tónleikar upp í Mosfellsdal hafa verið gerðnar til og ýmislegt svona mál sem finnst í rauninni ekki að við eigum að kosta til skattgreiðslum hér frá íbúum í það að borga fulltrúum fyrir að sitja og ræða slík mál. Ég treysta bara öflugu starfsfólki í það. En með því er ég ekki að segja að við getum nýtt fulltrúan okkar í menningarmálanefnd örugglega mjög vel og þá langar mig bara að kasta fram því í þessu samhengi
að við erum með fleiri nefndir sem að funda ekkert sérstaklega oft og ég get tekið sem dæmi þróunar- og ferðamálnefnd, þegar ég ekki örugglega að segja þetta rétt, ekki þróunar- og ferðamálnefnd, á það til að fara vitlaust með það nafn. Því að ég var hérna á mínum fyrstu árum sem hérna varabæjarfulltrúi formaður forvera þeirra nefndar sem hét þá atvinnu- og þróunarnefnd held ég, eða atvinnu- og ferðamálnefnd. Og mér var líka ljáð á hálsi að halda og sjaldan fundi. Þetta var ekki nógu gott, það var engin virkni í þessari nefnd. En máli var náttúrulega að við höfðum engin verkefni, það kom engin verkefni til okkar frá bæjarstjórn og ég sé ekki ástæðu til þess að nefndir séu bara einhvern veginn svolítið að búa sér til verkefni. Og mér finnst og hefur fundist í svolítinn tíma að við ættum að velta því alvarlega fyrir okkur hvort að til dæmis þessar tvær nefndir ætti að sameina í eina. Og það gætu verið á öðrum sviðum séum við með nefndir sem eru með það vítt starfsvið að það væri ástæða til þess að brjóta það jafnvel niður. Og ég hef til dæmis nefnt fjölskyldunefndina sem að mér finnst hafa svolítið sérstaklega eftir að við tókum yfir málefni fatlara, þá er það ansi vítt, þannig að mér finnst alveg full ástæða til þess kannski á nýju ári og í ljósi þess að það sé fara að kjósa og koma nýtt kjörtímabil að það sé tekin umræða menningarmálanefnd, samþykktur hana, hlutverk og verkefni hennar sem að augljóslega hafa aðeins breyst á síðustu árum og þá kannski taka umræðina örlítið lengra. Anna Sigríður, hversu er? Forseti, ég get mjög vel tekið undir þau orð bæjarfulltrúa Bryndísar að endurskoða þá ekki bara einskorða okkur við eina nefnd sem við erum núna að ræða menningarmálanefnd, heldur fleiri nefndir og ég held að það sé bara mjög gott, alveg bussi frá hvort að eitthvað sé að eða ekki að, þá er það alltaf gott að fara yfir hlutina, endurskoða og endurmeta. Ég vona og ég veit alveg að bæjarfulltrúi Bryndís misskildi mig ekki neitt. Sko, ég ætla nú bara samt að segja þetta svo það sé sagt og verður geymt aldur og ævi og upptöku að ég var ekkert að nefna að þarna eitthvað svona verkefni eins og músastigagerð eða nefndi verið að finna sér eitthvað verkefni sem að það er örugglega gott fyrir einhver að búa til músastiga og hefur góð áhrif í einhverjum tilfellum en það var ekki þannig sem ég var að hugsa. Og alls ekki erum við málsvarar þess að nefndir fundi bara til að funda. Það er alls ekki þannig. En það má heldur ekki gleyma því að nefndarformin og einstakir nefndarmenn, þeir geta sýnt frumkvæði og mér finnst í raun og veru, nefndarmenn og formenn í raun og veru, þeim ber skylda til þess að sýna eitthvað frumkvæði. Að vera þáttu próaktífir í sínum störfum. Og hlutverk, verkefni má auðvitað alltaf endurskoða og það að dagskráin og aðvenda því við erum að tala sérstaklega undir þeim lið hafi verið svona, ég veit ekki hvort hún verið svona frá 44 við lýðveldisstofnun en kannski frá því að bærinn var stofnaður en það er allt í lagi að það ræða þau mál innan nefndarinnar og það getur vel verið að þar fá einhver brilljant hugmynd skiljið en það bara gerist ekki nema máli séu rædd. En að öðru leyti, ég ætla ekki að hafa fleiri orð þetta, ég er búin að koma okkar skoðun á framfæri og mér fannst mjög gott innlegg frá bæjarfulltrúa Bryndísi einmitt þessa hvað ég það kannski ekki rétt þessi endurskoðun, bara fara yfir þetta hlutverk og spekulera og spá í hvernig viljum við að þetta þróist áfram og það er bara alltaf að henni góða. Takk fyrir. Já, Theodór Kristinsson, næstur, gjör svo vel. Forseti, ég kem í sjálf sér ekki upp undir neinu máli. En þú undir þessari fundargerð? Já, af því málin hafa þróast þannig. Þá rekum við minni til þess og ég held að sem er sér staðvist í fjárhagsáætlunum okkar að þessi áhersla eins og kannski Bryndís var að nefna hérna áðan nefndarskipanin að þá hefur okkur langað til þess að leggja áherslu á jafnréttismál og mannréttindamál. Þetta eru stóri málflokkar og við gerðum þessi ráðstöfun til þess að auka við starfshlutfall í einmitt jafnréttismálunum og ég held og ef ég man rétt á vinnufund okkar í snemma þessu ári þegar við vorum að setjast niður og velta þessu fyrir okkur þá hafi þetta svolítið verið niðurstaðan okkar og ég eins og kannski Bryndís segir að við ættum fyrir lok okkar tímabils hérna að gera drög að því og leyfa þá nýjum meirihluta eða ekki nýjum meirihluta fyrirgefið, nýjum bæjarfulltrúum við stafsökunar þessu að svolítið þá stimpla það sem gilt plagg og ég held að þeir ættum að fylgja þessu eftir. Það er að segja
og klárum þá vinnu, fyrst að vera að nefna það hér. Ég held að það sé bara tilvalið. Ég mismælti mig með meirihlutann. Þetta var... Nei, þetta er bara... Þetta er niðurstaða okkur allra. Freudiansli. Takk. Afsakið forseti. Sigrún, þú næst, gerð svo vel. Þau eru rosa glöð. Þau halda þessi að talaði frá meirihlutanum. Já, ágæti forseti. Ég veit það ekki, ég veit ekki hvort að ég get verið sammála henni Bryndís það sé óþarfa að vera að halda fundi ef ekki er þörf á því, en það er alveg ljóst að til að efla gróskuna í menningarmálum augljóslega og efla bara menningarmálanefndina og menningarstarf í Mosfellsbæ örugglega einn besta leiðin að halda fund í menningarmálanefnd og fá þar mál á dagskrá og svo framvegis. Mig langar að minna á það að sem sagt, í lok árs 2014 var menningarsvið Mosfellsbæjar lagt niður og það bara sem að mér fannst á þeim tíma og ég líka sagði frá því hér í pontu að mér fyndist menningarmálin vera að missa spón úr raski sínum með því að leggja menningarmálasviði niður og það væri bara hægt á því að meiri deyð myndi leggjast yfir menningarmáli ef með þeim hætti og ég einhvern veginn hef haft á tilfinningunni nokkuð lengi eftir það að menningarmálin séu töluvert munaðarlaus málaflokkur í Mosfellsbæ og það er náttúrulega segir sína sögu hvað menningarmálanefndin heldur sjaldan fundi og hefur í raun sáralítið til málanna að leggja varðandi menningarlífi í Mosfellsbæ. Ég rendi yfir fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar sem var líka til umræðu á þessum fundi menningarmálanefndar og það var ekkert sérstakt plagg fyrir menningarmálin. Maður þurfti að leita á hinum á þessum stað í fundagerðinni að því sem að í rauninni heyrir undir menningarmálanefndin og það fannst mér ekki góðs viti. Já, ég hef nú sett sjálf mig á mælendaskrá þetta mál. Það er að segja fyrsta mál sem að heitir menningarviðburð og aðventu 2017 en við hefum nú farið svona í aðra átt og ég held að það sé nú bara mjög góð umræða sem er að gerast hér það hvað oft er fundað og hvenær og svo framvegis. Fyrst langar mig að tjá mig það er að segja það er fundakvóti ekki satt á einstökum nefndum. Það er fundi oft yfir árið og síðan er það þá hverja nefndar að spila úr því og dreifa fundum yfir árið og það getur verið í ýmsum hætti, eins og í skipulagsnefnd er það bara aðra vikur, það er það oft fyrir utan sumarfrí. Í umhverfisnefnd er það sjaldnar, við vorum einmitt í gær á fundi að afgreiða starfsáætlun, það var að dagskrá, eðlilega bara fram að vorið, fram að kosningum og það er eitthvað 10 fundir yfir allt árið, 9-10 en við, ráðstöðum 4 fundum að þessu fundakvóti. Það er reyndar þá smá svigrúm því að í umhverfisnefnd höfum við oft haldið fund sem að við langar að ræða hans hér sem er opinn fundur. Það er í samþykktu bæjarins að sé svona stemt að því og það voru ákveðnar hugmyndir ræddar þar sem ég ætla nú að geta að fara að tíunda hér. Þessi fundagerð er ekki hér til umræðu en það er bara opið hvenær sá fundur yrði haldinn hér og með hvað hætti. Þetta var nú eitt en það er mjög gott að fundar eins og fleiri en einn og fleiri en tveir er búin að nefna hérna á undan mér að hafa plan þannig að mann geti svolítið styrkt klukkuna eftir því.
Svo var aðeins farið að rætt samþykktir hérna og ákveðin klausa þarna sem að hljómaði þannig að menningarmálanefnd sé ritnefnd hvað var að sögu bæjarins. Meðan málið aðeins skilt það var þannig á sínum tíma þegar að Saga Mosfellsbæjar var rituð, þá var menningarmálanefnd ritnefnd. Það fór sem sagt í gegnum hann og svona. En það spurning hvort það þurfið bara endurskrifa söguna eða eitthvað. Svo eða skrifa sögunni til framtíðar, inn í framtíðina. Svo eitt að lokum, þá var rætt músastíga, ég tek alveg það á mig hérna. Það fyrir náttúrulega stundum verið rætt í menningarmálanefnd. Svo ég nefni þannig aðeins hvernig það var vaxið. Það var þannig að það var hér ágætis félag sem heitir Kvenfélag, Lágafellsóknar sem hélt áratuga skeið jólatréskemmtun fyrir börnin í bænum. Það var bara stór viðburður og allir fóru heim með nammepók og epli. En svo var þetta bara ofviða og dýrt. Þá sem sagt var það ákveðið að það þótti mjög þarft hérna kringu síðustu aldamót að þessi yrði viðhaldið. Og þá kom sem sagt menningarmálanefnd tók þetta upp á sína arma. Og við vorum þarna nokkur að skreyta jólatréð og þetta ég var að verða að nefna eitt nafn að því svo ágæta manneskja situr í menningarmálum núna. Við rifjum það alltaf upp þegar við hittust þegar við vorum að skreyta jólatréð. Það var Svala Árnadóttir. En þetta nú liðin tíð. Og nú ekkert jólaball lengur nema í öðrum farvegi. En ég hef lokið máli mínu þetta mál númer 1. En það í höndalofti, Bryndís, þú taka til máls hérna. Gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langar að taka aftur til máls og þá ég í rauninni að taka til máls undir fundargerðinni sem slíkri. Mér langar reyndar líka að ræða mál númer 3 í fundargerðinni. Já, það er einmitt að því að sumir voru að fara yfir það mál hvort að við getum bara farið að ræða það mál. Já, ok, þá kannski bara fer ég, þannig að þetta svona almennt menningarmálnefnd. Mér langar nú að fara í ljósi þess sem kom hér fram í máli forseta áðan að rifja upp söguna, ágætt þegar sagnfræðingar fara aðeins með okkur í það. Að það væri nú kannski til bóta ef að málin væri ekki stærri sem við verum að taka við af frjálsum félagasamtökum þegar verkefni verða þeim opið en að skreyta jólatréð og gera músastíg. Það myndi spara okkur töluverða fjármuni. Nú erum við að glíma við svolítið svona meira 20 milljóna og jafnvel tala í 100 milljóna þegar kemur á alls konar byggingum og slíku. En ég mig langar bara að segja það, svo það komi hér fram út af því að bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar talaði hér að það myndi örugglega efla mannlingarlíf í Mosfellsbæ ef að nefndin væri virkari og fundaði oftar. Og mér langar bara að segja ég algjörlega ósammála því. Það bara mín afstaða að ég held að stjórnsýsluleg nefnd hjá sveitarfélaginu eins mikilvæg og hún getur í einhvers konar utanumhaldi stefnu og annað, að ég held að hún per se örvi takmarka menningarlíf hér í Mosfellsbæ sem bara gróskumikið og fínt. Þá ég bara svona minna það að fundur í slíkri nefnd kostar kannski 150.000 krónur, þannig að ég hugsa þess að ég séu mörg félagasamtök, kvenfélög eða alls konar önnur félagasamtök og listasamtök sem væru tilbúin að þiggja slíka styrki og halda hér öfluga menningarviðburði. Og það reyndar eitt af því sem við gerum. Þannig að mér langaði bara að það komi hér fram. Og þá kannski ef ég vind mér í umræðina hlégarð sem auðvitað stórt mál og þarna náttúrulega menningarstofnun að ræða og það augljóslega eitt af hlutverkum nefndarinnar samkvæmt samþykktum hennar að halda utan slíkt. Að þá, svo ég fari nú aftur til gamla daga, þá var eitthvað til sem hét hlégarðsnefnd sem fjallaði þá bara hlégarð og menningarhúsið hlégarð og rekstur þess og þess að það. Slíkur rekstur hugnast mér ekkert sérstaklega vel. Mér finnst skynsamlegra að þetta sé á hendi aðila út í bæ sem að halda þarna úti einhverju starfsemi eins og fyrirkomulagi núna. Ég átta mig alveg á því að þetta var svona ákveðið reynsluverkefni og ég hef heyrt það innan úr menningarmálanefnd að það búið að ræða þetta og það eru svona mjög skiptar skoðanir það hvernig þessu svona fyrirkomið og ég bara fagna svo sem þessari bókun sem þarna og við fáum einhverja sviðsmyndir sem við getum þá rætt hvern okkur hugnast en ég segi það svona fyrir mitt leyti, ég vil síður horfa til þess tíma sem var hér áður þegar hér voru kjörnir fulltrúar að fara með svona rekstur bara eins menningarhús og halda utan þá starfsmann og alla starfsemi þar í. Já, gjörið sem vilja
ræða fundargerð menningarmálanefndar. Mig langar að setja Ólafur Ingi, gjörðu svo. Já, kosti ég fyrst kannski svona smávegs að fara kannski að sama og bæjarfulltrúi Bryndís ég kannski það, við viljum helst greinilega ræða 2 mál úr fundargerð menningarmálanefndar og svo hefur við líka farið rætt málefni annarra nefnda og þannig að ég svona kannski hef leyfi til þess að gera það sama. Já, gjörðu svo vel. Það er nefnilega þannig að við vorum að tala hér hvað nefndi þetta ákveð, við vorum svona svolítið að setja niður í við menningarmálanefnd og það vill svo til að ég hins vegar í íþrótta- og tómstundanefnd sem að fundar á morgun en það er búið að auglýsa viðburð sem á að ræða á morgun bara svo það sé sagt. Ég veit ekki alveg hvernig það var ákveðið en það væri náttúrulega miklu betra að það væri rætt í nefndinni. Síðan vil ég segja það að við allavega ég Þú mátt ekki tala fyrir mig. og ég skal þá bara tala fyrir önnumsýri líka fyrst ég leyfi þess. Við bindum miklar vonir náttúrulega við nýtt starf sem hefur verið sett á laggirnar sem heitir bókasafns- og menningarfulltrúi og það var ráðinn starfsmaður sem heitir Auður, forstöðumaður og ég allavega hef miklar vonir til þess að það muni með fullri virðingu fyrir ágæti menningarmálanefndar. Það muni setja aukinn kraft í menningarstarfi hér. Þannig að já, það sem ég vildi segja það. Síðan langar við aðeins varðandi það sem var sagt hlégarð. Að við náttúrulega höfum litið á það, fulltrúar Samfylkingarinnar og fleiri í Samfylkingunni, að það náttúrulega beri bara að hefja hlégarð til vegs og virðingar aftur sem menningarhús bæjarins. Síðan má svo sem alltaf ræða það hvernig sá rekstur verður. Hvort að það er svona, ég er nú kannski ekki eins mikið frjálshyggjumaður eins og bæjarfulltrúi Bryndís og við kannski ekki ganga eins langt, en ég er eins og ekkert á móti því að það sé einkarekstur að einhverju marki. En hann þarf þá að vera dálítið mikið á forsendum okkar bæjarfélags. Það finnst mér ekki hafa komið fram í þeim samningi sem núna er í gildi. Mér finnst nefnilega sko að fyrir eitthvað lítið í þeim samningi á forsendum okkar bæjarfélags. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum að skoða og við lýstum þessum efasemdum þegar þessi samning var gerður á sínum tíma. Hann var til reynslu og það hefur komið ein skýrsla, ef ég man rétt, sem hefur komið fram þessa starfsemi og hún var svo sem ekki að lýsa neinum sérstökum menningarrekstri á vegum bæjarins en mér skilst að hins vegar að það gangi bara tiltölulega ágætlega að leigja salinn út til einstaklinga og félaga sem þessir rekstur hefur með og þar eru vissulega einhverjir hagnaður en við erum ekki að fá í vasa bæjarins neina afkomu af þessu eða innkomu af þessu húsi. Takk. Já, ég hef nú sett sjálfa mig og mælda sig á þetta mál og ætla að tala hlégarð sem er 3. mál á dagskrá menningarmálanefndar. Ég tekið undir margt sem að síðastur ræðumaður sagði, það er það að bara menningarhús bæjarins er hlégarður, besta stað í bænum, með mikla sögu og mikla möguleika. En það þarf hins vegar að hugsa svolítið framtíðina, hverju þarf að breyta, fyrsta lagi, viðhald og annað. Það er dýrt að halda við húsi sem er vígt 1951, það vitum við öll. En þetta er húsið okkar að ég tel, okkar allra Mosfellinga sem við rekum saman, en eigum saman allavega, en síðan eins og nú verið sagt, hérna komið að það var leitað eftir rekstraraðila, gekk nú ekki sérstaklega vel fyrir nokkrum árum. Nú er sá samningur að renna út hér með hækkandi sól og það sem er núna, þó ég bara vitni hér í niðurstöðu menningarmálanefndar. Það var sem samþykkt að það yrði tekið saman, gerð samantekt á kostum og göllum 2 sviðsmynda rekstrarhlégarði. Annars vegar verður þeir þættir skoðaðir óbreytt fyrirkomulag. Það er að segja einkaaðili sem hefur ákveðna skyldur reyndar og bærinn hafði þar samkvæmt samningnum ákveðna innkomu endurgjaldslaust inn í félagsheimilið
og hins vegar sviðsmynd sem miðist við að bærinanni sjálfur rekstur hlékars. Það er við stödd og það verður bara gaman að sjá hvað kemur út úr því dæmi. Það er sjálfsagt einhverjar upphæðir og peningar en þetta er mjög svona víðtækt verkefni og víðtæk sviðsmynd því hvað þýðir hlékarur fyrir okkur sko. Í almenna Mosfelling. Það er ýmsar svona spurningar sem kvikna. En þetta er nú hlékarð. Og Theodór hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, stuttum málfrýmu. Ég ætla ekki að játast neinum hópum á hönd en það hamast inn í mér einhver félagshyggjugaur í þessu máli. Fleiri. Og ég ætla ekki að hleypa honum meira út og ég held þessi rými í mínum ágæta flokki fyrir gamaldags sjónarmið sem eru ágæta möguleiti því að mér þykir líkt og kannski Bjarka þó séu minningar og allt það og þetta ekki sömu tengslin en jú, það er einhver tónn þarna sem að okkar hús hljómar svo vel og það er svona kannski á þess að taka beina afstöðu, þá er ég búin að lýsa því hvernig hjartað í mér hamast en ég held eins og við ætlum að gefa nefndinni þann tíma og rými til að fara yfir þessi atriði og hjálpa okkur að taka þessi ákvörðun því að ég eins og Ólafur líka, ég er ekkert á móti ykkur rekstrarformum sem tryggir ykkur gæði en ég var bara komin frá því að mér ágæta vinkona og Bæjarfjörður Bryndís kom mér upp og lýsti sinni skoðun þá hvernig þá var ég að koma og gera grein fyrir þessum kappa inn í mér sko, sem einhvern veginn dansar þarna. Takk fyrir. Já, Kolbrún, þú næst, gjörðu svo vel. Já, forseti, við erum að ræða hérna menningarmálanefndina og mál nr. 3 sem er málefni hlékars. Ég ætla að segja að ég tek undir allt það sem hefur komið hérna fram varðandi hérna menningarmálin og ég hef trú á því að hér í okkar sístakkandi bæ þá mun menningin bara eflast og ég tek líka undir það að mögulega sko hvort það verður gerðar einhverjar breytingar á nefndum eða hvað við gerum en þá held ég að það sé líka mjög gott að þeir sem sitja í nefndinni einmitt sýna eitthvað svona frumkvæði og eitthvað drifkraft og hérna einmitt í samstarfi við okkar hérna nýja við hana Auði sem er með mjög langan titil og man ekki Forstöðumaður bókasafns og menningarmála. Forstöðumaður bókasafns og menningarmála, flott. Að hún sem sagt muni leiða þetta verkefni áfram og þetta geta fólk í nefndinni muni gera það líka. Þetta er nefnd sem að ég held að nú það þarf aðeins að hérna já, hún skiptir okkur, hún er ekki bara sýnileg á tyllidögum, það þarf náttúrulega að undirbúa vel og þetta er svolítið svona þéttleikið og hjartað okkar slær í menningarmálanefndinni. Hér eru búið að standa frábæri viðburðum, menningarvorið og hérna alls konar viðburði sem að hérna hafa bæst í okkar flóru sem er algjörlega til fyrirmyndar og bara frábært og fólk er að koma hérna alls staðar á höfuðborgarsvæðinu til að tróðast inn á bókasafni og hlusta á höfunda því að það er bara eitthvað svona stemming í því sem að ég skil mjög vel. Varðandi hlékarð, þá ætla ég að verða alveg bara eins og bara Bjarki. Hvað það var það? Í hvað flokki? Nei, þá ætla ég ekki að segja, ég ætla ekki að hleypa að einkaaðilum, en ég meina hlékarðið skiptir okkur bara mjög miklu máli. Og ég ætla bara að segja það að þeir aðilar sem að þarna hafa ennþá samning og eru að ljúka þessum samningi við okkur, við Mosfellsbæ. Þetta var frábært þegar þetta fór á stað og mér fannst ofsalega gaman að heyra á útvarpsstöðinni FM 957 eldhúspartí í Hlégarði og ég mér svona hálf brásamt, svona, mér fannst þetta ekki alveg passa en svona jú, ok, Hlégarði er að fara á stað aftur, eitthvað að fara að gerast en svo einhvern veginn var það bara þetta og ekkert meira. Þannig ég svona sakna, við erum líka pínu sveitó og pínu lumó og við megum alveg láta það gerast í Hlégarði. Það gerðist allt í Hlégarði. Við hérna sem erum búin að vera hérna spruttum hérna upp úr þessu grasi sem var hérna í sveitinni í gamla daga, eins og við Bjarki. Við erum alltaf bara, Hlégarður skiptir, ég ætla nú bara eins og við hérna Kalli Tom, ég held alltaf mjög svona tregafullar Hlégarðsræður, ég sé ekki að taka við á honum bara með það. En ég held að ég fagna því bara að þarna sé ykkur 2 sviðsmyndir sem verða skoðaðar vel. Ég hef líka
það eru þessi tveir kostir í stöðinu. Ég ætla ekki að taka af eða á afstöðu með það afstöðu til þess hvort að það sé betra að bærinn reki hlégarð eða við fáum einhverja brilljant aðila sem að taka hlégarð, gera hann bara því sem að við viljum að hann verði, pínu sveitó, einhverju viðburðir, eitthvað böll, eitthvað bara svona og bara náttúrulega breið flóra. Þetta er búið svolítið einsleitt, svolítið erfitt og ég vil líka sjá bara svolítið hjarta í staðinum. Mér finnst svolítið vant upp á það hafi verið svolítið vel haldið utan málin og bara svona, já, halda uppi svona virðingu hlégarðs og halda þá leið uppi svona öflugri menningu í hlégarði. Ég held að við hérna við þetta borð séum öll að hugsa það. Hvort sem að verið höndum einkaaðila eða hvort að bærinn á endanum taki hlégarð aftur til sín. Við skulum bara gleyma því að hlégarður muni nokkurn tímann bera sig. Það verður alltaf, í öll svona menningarhús, þau bera sig. Ég veit ekki, maður benda mér á það ef einhvers staðar er til menningarhús sem ber sig. En menning hún bara kostar, hún er líka mikilvæg og við viljum ekki vera án hennar. Þannig að við skulum bara svolítið svona hugsa þetta vel og ég held að þetta sé bara stórt verkefni fyrir höndum hjá menningarnefnd og treysti því bara að þau leiði þetta bara áfram og upplýsa okkur stöðuna þegar eða málið sem að bæjarstjórn náttúrulega fær síðan til upplýsinga og afgreiðslu. Takk fyrir. Já, Anna Sigríður, næst, þessu. Já, forseti, ég kemur upp undir sama máli númer 3. Ég ætla kannski að taka þráðum það sem að byrja það sem Kolbrún endaði og tala hérna sem sagt svona hvers virði menningin og það sem við ekki gleyma því að orðið menning þetta samstofna bara mennska maður. Menningin gerur okkar að manneskjum og hver vill búa í menningarsnauðu samfélagi þar sem við bara vinnum og sofum. Ég held að vilji það enginn, menningin býr til ramman utan okkur og þó ég hálf vorkenni bæjarfulltrúa Bryndís að vera og komi bara í minnihluta bæjarstjórn hérna, þá vorkenni ég ekki það mikið, ég ætla að fara að leggjast á sveif með henni, en samt aðeins. Og ég hef náttúrulega ekki þessar gömlu minningar úr hlégarði sem að forseti hefur og bæjarfulltrúi Kolbrún en bæjarfulltrúi Bryndís er svo ung að það næri ekki eins langt aftur hjá henni, en ég held nefnilega að Nei, ég er bara takk. Já, þú mátt segja takk, ég sagði áts. Já. En með auknum aldri kemur líka aukinn þroski og meiri yfirsýn og meiri skilningur á samfélaginu. Og kannski er það bara það sem er að skilja á milli hérna hjá okkur. Nei, en ég bjarga mig út úr þessu. Það var erfitt. En sko, hlégarður er þarna, það vita allir, ég held að sé varla það mannsbarn á Íslandi allavega sem er komið til vits og ára sem veit ekki að húsi hlégarður er í Mosfellsbæ. Þó að séu færri sem kannski sem hafa, þeim fyrir fækkandi sem hafa sótt þar margar skemmtanir og menningarviðburði, en þetta hús er mjög verðmætt fyrir sögu þessa sveitarfélags og mér finnst bara okkur bera skylda til þess að lyfta því upp. En við gerum það náttúrulega aldrei þannig að við græðum einhverja stórkostlega fjárhæðir á því að reka hlégarð, hvort sem það verða einkaaðilar sem taka yfir reksturinn eða hvort að bærinn gerir það sjálfur, að þá er það bara tekið undir með bæjarfulltrúa Kolbrún og ég man ekki svipinn eftir því menningarhúsi sem að halar inn stórkostlega fjármuni fyrir sveitarfélögin sem reka það. Ég man það ekki en það getur vel verið að sé einhvers staðar. En það er bara svo held ég mikilvægt að við hlúum af þessari byggingu sem við eigum og notum hann sem einhvers konar, já, svona dálítið svona sameiningatákn og nú er það er svo mikið banka hérna eitthvað, ég bara missi þráðinn hérna sko, en ég ætlaði að ljúka þessu á einhverju brilljant innleggi en það er dottið úr hausnum á mér. Já, ég man það núna. Sko, hvernig sem akkúrat rekstur þessa góða hús fer fram, að þá skiptir alveg svakalega miklu máli að reksturinn sé á okkar forsendum, hvernig við viljum sýna hlégarð sem höfuðvígi menningar í Mosfellsbæ. Þó að sé einhver fenginn til þess að reka húsið. Og það finnst mér bara mjög mikið atriði. Ég held að við þurfum líka að hugsa það að það þarf að gera þessu húsi til góða.
Það er mjög líklegt að þurfa að breyta einhverju þarna og þá minni ég bara á að það var nú fyrir mína tíð hér í þessu bæjarmálavafstri öllu að það var gerð, sko, gott að það bara gert í samkeppni. Voru gerða teikningar, tillögur breytingar á hlégarði sem liggja fyrir einhvers staðar í skjalasafni og væri hægt að skoða og vinna út frá. Ég held allavega sko við ættum og ég held að hér séu allir sammála að fara alltaf í þetta verkefni og skoða þetta vel vegna þess að það vilja allir veg hlégarðs sem mestan. Takk. Þetta var alveg Já, Bryndís. 10 stiga. Björnsvold. Þakka þér fyrir, virðulegi forseti, og ég sem sagt núna þá að taka til máls undir lið númer 3 í fundargerðinu hlégarð og að taka til máls í annað skiptið það ágæta mál. Ég hefði komið áður upp undir máli númer 1 í þessari ágætu fundargerð. Mér langar bara í ljósi þeirra umræðu sem sprottið hefur hér eftir að ég lýsti þeirri skoðun minni að mér finnst eðlilegra að rekstur í menningarhúsinu hlégarði væri á hendi ykkar heldur en á hendi sveitarfélagsins. Og þá er ágætt kannski að það sem að Anna Sigríður bæjarfulltrúi kom inn á hérna áðan, það er nefnilega til ákveðin stefna hér menningarmál. Og ég er alls ekki að lýsa því yfir að ég sé á móti því að Mosfellsbær marki slíka stefnu og vinni að því með einhverjum hætti. En húsnæði hlégarður, eins fallegt og það er og í hjarta Mosfellsbæjar og margir þekkja og margir eiga góða minningar og meiri segja ungi bæjarfulltrúin Bryndís Haraldsdóttir stundaði þarna jazzballettnám og fór þarna á diskóteki á Bólinu og þess áttar. Að þá er þessu húsi, það er mjög mikið takmörk fyrir því hvers konar listastarfsemi hægt er að stunda í húsinu hlégarði. Og þess vegna var nefnilega að fara í þessa vinnu á sínu tíma og það var hér samkeppni eins og ég vísaði áðan hérna miðbænum, kirkju- og menningarhús í miðbænum, þar sem var hugsuð öðruvísi menning, öðruvísi tónlist og myndlist gæti færst þar yfir og þess háttar menning sem gæti bæði nýst á annars vegar í kirkjuskipinu sjálfu og í einhverju menningarsal og bókasafni í tengslum við kirkjuna. Hlégarður hentar ekki lengur undir leikhússtarfsemi eins og gerði einu sinni, það var nýtt í einu sinni. Það hentar síður undir klassíska tónlist og þess aftar, það hentar ekki undir myndlist, þannig að það eru rosalega mikið takmörk fyrir því. Þannig að það er kannski einmitt ástæðan fyrir því að mér finnst að menningarhús eins og hlégarður, eins mikilvægt og það kann að vera, að það sé svolítið á hendi einhvers annars en auðvitað á okkar forsendum, alveg eins og þessi ágæti samningur var á sínu tíma og við vöndum til verka þar, fórum vel yfir það. Sumir höfðu athugasemdir og ábendingar og við fórum í gegnum það ferli. Það var tilraunaverkefni og ég bara, eins og ég segi, ég bara fagna þessari ákvörðun hér að fara í þessar sviðsmyndir og þá höfum við tækifæri til að ræða það aftur hvað er æskilegt að gera í þessum efni. En ég bara vil vara við því að bæjarfélagið fari með einhverjum hætti að taka yfir og vera alltumlykjandi í menningarstarfsemi í sveitarfélaginu. Því að menning held ég að ég myndi að spretta frá fólkinu sjálfu í sveitarfélaginu. Við getum mögulega að skaffa einhverja umgjörð og styrkja hana þess aftar en að við séum að halda utanum og vera alltumlykjandi komandi þar að frá yfirvaldinu, það hugnast mér ekki. Það heldur enginn að tala. Sigrún, gjör svo vel. Ég sagði það ekki, sagði ég það? Ágæti forseti, ég verð að lýsa undrun minni á þessu takmarkalausa metnaðarleysi í menningarmál. Önnur sveitarfélög reka hér menningarstofnanir eins og ef við lítum til dæmis til Kópavogs. Þar er stórt listasafn, þar er stórt tónlistarhús. Þetta er stór málaflokkur sem að sveitarfélögin bara láta sig varða. Mosfellsbær í samanburði við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu er framlag Mosfellsbæjar til menningarmála með því lægsta sem gerist. Og ég held að það sé bara orðin þörf fyrir viðhorfsbreytingu í þessu málaflokki. Okkur vantar hér tónlistarhús þar sem hægt er að hlusta á fallega tónlist. Hús sem er með hljómburð sem að sæmir því sem verið er að spila og svo framvegis. Við bara verðum að setja marki hátt og það að tala menningu bara sem eitthvað grasrótastarf á fundi bæjarstjórnar í Mosfellsbæ finnst mér bara okkur ekki saman. Þá grasrótin gerir náttúrulega sig. Já, ég ætla nú aðeins að fara að taka til máls aftur. Það er nú eiginlega ágætu fulltrúar
bara árætta sem ég sagði áðan með hlégarð, þessa umgjörð sem við höfum, ef við köllum það þannig, með miklu sögu. Og ég bara vil svona undirstrika það sem ég sagði áðan og reyndar fleiri hérna að hlégarður á besta stað í bænum eins og maður segir, það með mikla sögu og það sem þarf að gera er að móta hugmyndir að aðlagast nýjum tímum. Þá kemur upp dálítið spurning sem að menn hafa oft tekist á við í svoleiðis dæmum og það annars vegar að halda gamla yfirbragðinu og hins vegar breyta því þannig að það nýtist í fyrir þá starfsemi sem þannig í dag eða verður í dag. Við getum nefnt dæmi Viðeyjarstofa og sem dæmi, annað dæmi Iðnó, mjög gott dæmi sem var leikhús mjög lengi, síðan var því breytt og þá var rekstur Iðnó gangi kannski ekki alveg sem best, þá var það allavega breytingar sem að ráðist í, einmitt til þess að það myndi ekki bara daga uppi sem gamalt leikhús. Og hlégarður hefur mikla möguleika að ég álít. Þarna svokölluð önnur hæð þar sem að bæjarskrifstofurnar voru einu sinni, þær eru nýttar sem geymslur, meira minna leyti, hugsanlega að byggja við. Það kemur reyndar mjög oft í þessar umræðinu hljómburðin og þá koma einmitt þessi spurning sem ég held að vera að ræða, þessi myndarlega leiksvið sem menn voru mjög stoltir hér áður fyrr. Það kannski ekki það besta hvað var það hljómburð. Hvað til ráða, það ýmislegt ráða til ég vera, þannig að hægt sé að gera hlégarða að góðu tónlistarhúsi þess vegna og leiklist líka sem þarf nú að fara að huga hérna í bæjarfélaginu. Myndlist, bara ekki hægt að sýna myndlist allstaðar ef út í það farið. Það þarf stundum lýsingu og það hægt að græja hana ef menn vilja hafa þannig, en svo má ekki gleyma því að hlégarður þannig að rýmið þarna utandyra náttúrulega alveg einstakt. Það kannski ekki mörg svona hús allavega ekki hér í þéttbýli sem státa eiginlega bara starfðarinn almenningsgarði. Þetta er stundum notað hérna í viðburðum eins og 17. júní og oftar. Og ég nú lokið máli mínu hérna í seinna skiptið, þannig að Sigrún, þú ert hérna með orðið núna, gjörðu svo vel. Heyrðu, hvernig væri að breyta þessum tillögum knatthús í fjölnota menningarhús? Já. Kannski við erum búin að tala 2 eða búin 3? Nei, þetta var nú aðeins flætt milli, ég samt að halda þessu hérna. Bara smá eins sko? Já, hérna. Þú ert átt hérna. Er hann að tala í 3 sinn? Nei, hann ekki að gera það. Anna. Fæ ég orðið það? Já, gjörðu svo vel. Bara smá eins, mér þetta bara svona flög að mér svona í umræðinu þegar ég heyri bæjarfulltrúa Bryndísi tala með húsnæði menningarhús og ég held að hún sé mjög fylgjandi því að það hafi verið staðið fram við þau áform sem voru hér sett það að ráðast í byggingum menningarhús og kirkju sem ég hef nú reyndar aldrei skilið hvernig hangir almennilega saman, en það allt annað mál. En eins og við gátum kannski horfið úr því sem var nefnt hérna áðan að fara úr fjölnota íþróttahúsi í knatthús, getur þá ekki alveg eins bara bakkað úr því að gera þetta menningarhús í það að dubba upp hlégarð þannig að hann þjóni bara sem menningarhús. Er það ekki bara nokkurn veginn svo leið sem við erum að fara? Og svo vil ég kannski bæta það fram, þó ég sé nú ekki úr yðrum Mosfellsbæjar, alveg þetta er aðfluttur og eigi ekki mjög gamla minningar úr hlégarði, sótt illa sveitaböllin, að þá það einhvern veginn þannig að þegar maður kemur inn í hlégarð, það eitthvað sem að kveikir í manni. Mér finnst þetta dálítið vera svolítið sál hérna í bænum. Já, nú fleira hafa nú ekki fast sér hljóðs fundargerð. Varstu bara með að koma? Já. Gjörðu svo vel.
Það byrjað að sjá mann. Forseti, ég er mjög umburlind kona, ég er mjög jákvæð, ég vil að hér fari allt vel fram og allir sínu kurteisi, en að ég kom úr Iðrum, Mosfellsbæjar, finnst mér ákaflega óviðeigandi. Já. Þá byggðist ég afsökunar. Já. Hún var að meina mig. Hann var að meina mig. Nei, hann var ekki að meina þig. Hann var að meina okkur bæði í verkið minn. Þannig að, já, mér finnst það pínu neikvætt, þannig að hérna, já, finnst það neikvætt. Þannig að hérna, en allt í góðu. Ég ætla bara að benda á að hérna, auðvitað eigum við ekkert alltaf að vera að tala um þetta heldur, hérna við sem erum vaksin hér upp. Það er ekkert hérna. Nei, ég ætla ekki að hætta því, en mér finnst það bara, mér finnst þetta svona ekki fallegt orð yfir svona frekar hlýlegan hlut, en allt í lagi, Óli. Ég finnst bara afsökunar, það var ekki mjög. Já. Það byrjum orðið. En ég er búin að tala tvisvar. Býttu nú við. Nei, þú skautaðir aðeins þarna yfir, en þú átt eftir eitt hjörl, hálft hjörl. Hálft hjörl. Það var það langt. Forseti, þetta verður bara stutt sko. Ég ætla að koma hérna upp eiginlega til varnar félaga mínum Ólafi Inga sem að talaði um að hann væri ekki úr Iðrum Mosfellsbæjar. Auðvitað getur fólk að mismunandi skilning á því orðatiltæki. Mér finnst það ekki neikvætt, ekki frekar að vera eitthvað sé úr Iðrum jarðar. Og hérna, bara ég googlaði hérna eins og þá er verið að tala um málverkasýningu þar sem mótífin eru og tengjast, sem sagt, reyna að tengjast við Iður jarðar. Það er ekki slæmt sko, en Ólafur Ingi meinti ekkert neikvætt með því að orða mál sitt svona eins og hann gerði. Nú, fleiri hafa ekki hvort sér hljóðs þessa fundargerð og við greiðum þá atkvæði hana og þeir sem að samþykkja fundargerð menningarmannanefndar eins og einstök mál verða með sér eru beðnir rétt upp hönd og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá förum við í næstu fundargerð sem er 3. fundur í notandaráði fatlaðs fólks. Hann var haldinn hér í Kjarna 5. desember síðastliðinn. Orðið laust, nú var ég að lesa, ég veit ekki hver var á undan. Ég er bara að vinka alveg frá að Þetta var á undan. Theodor var á undan Sigrúnu, gerðu svo vel Theodor. Og síðan Sigrún. Forseti, eins og það nefndi þá er þetta 3. fundur okkar og þeir hafa verið bara hver öðrum betri þannig lág lærdómsríkir auðvitað fyrir mig og með málinu kannski aðeins að rekja hvað við erum með eitt mál sem heitir aðgengismál og aðgengismál fatlar í Mosfellsbæ. Og kannski svona aðeins til að við vitum af hverju þetta er komið þarna inn er það að þegar við sátum hér saman öllsömmul með forstöðumönnum Sviðarni hjá okkur að ræða fjárhagsáætlun og undanfara því þá ræddum við og eins og við kannski munum líka þá jökum við það fjármagn sem er á umhverfissviði vegna þessa málaflokks, aðgengismálana og þá kom í ljós í samtölu mínu við Jóhanna Hansen að það eru til skýrslur og gögn þessi mál sem að ég vissi ekki og mér fannst bara afar mikið á þetta við myndum fá hana til okkar og hafa kannski hana sem og skýrslurnar og Jóhannu hjá okkur kannski sem svona hryggjarsúluna í umræðunni bara til að vita hvað hún stödd því að ég er ekki að fara út í efni en það sem kannski er á fundunum okkar þá er þetta í sjálfu sér þetta er í sjálfu sér tvíþætt efnið sem við erum að snerta á, það er að segja, í fyrsta lagi eru það bara þessi almennu mál sem að snúa að félagsþjónustunni, regluverki sem að snertir þá sem búa við föllun með einhverju leyti og við erum að fara yfir það hægt og rólega og laga þær og síðan eru það þessi aðgengismál og í raun má skipta aðgengismálum í tvennt í mínum huga, nú er ég bara að tólka það við upplifun mína, þau eru annars vegar eitthvað sem við getum kippt í liðin með einföldum hætti, það er að segja tunnurnar hér frammi að talgerlar séu í lyftum, einhverjir stígar séu lagar, eitthvað sem er bara hægt að gera með einföldum hætti. Svo það er kannski það sem ég get gert í nefndinni, komið á framfæri og ítt á og svona einfaldað. Síðan er það kannski hinn hluti aðgengismálana sem eru flóknari. Þegar þú þarft að fara út í skipulagsbreytingar, þú þarft að fara út í, við þurfum að breyta jafnvel skipulag, við hönnun húsa, mannvirkja og svoleiðis hluti, þannig að við þurfum auðvitað að ná í samstarf við umhverfissvið og þetta er auðvitað bara sjálfur sér svolítið á byrjunarstigi en ég held að það sé bara þróast í fína átt og með gögnunum þá eru skýrslur, það kom skýrslur hérna, einn þeirra er gerð 2010 sem bara verkefni nema sem var hér og þau sjáu hérna hjá okkur í tónokkuð miklu máli þar sem farið yfir
mannvirki hér og hvað má betur færa þetta betri vegar. Það hefur verið unnið í því og því miður, ég vissi bara ekki á þessu fyrir örskömmu síðan. Mér kannski þykir þó, kannski eins og ofta á þegar maður fara að kynnast fólkinu sem vinnur hér, þá býsna mikið gert og kannski svo skýrsla, það sem kannski finnst mér markverðast núna þetta Access Iceland, þetta verkefni hér þar sem ég sendi ykkur tölvupóst fyrir fundinn, þar sem ég sendi linkinn og ef þið setja bara inn sveitafélagsnúmerið okkar 270 og íta enter, þá sjáu þið 2 skýrslur sem er svo gott að því leyti að ef við uppfærum eða lagfærum og færum til betri vegar, athugasemdir þessa fyrirtækis hér, þá verður það lagfærið í skýrslun, þannig getum við fylgst með því. Og bara í örstuttu máli þá auðvitað þarf þetta að fara yfir allt sveitafélagið og við erum með einhverjum byrjunarpunkti en og eins og kemur fram í skýrslunum sjálf, þá getum við með lagfæringum, þá ef við sendum myndir eða gögn, þá er þetta lagað. Skal ykkur segja, það er í stuttu máli sagt og ég sendi ykkur svo aftur post með glærum sem Jóhanna var með á fundin. Örstutt svona yfirlit þar sem hún fór yfir þetta með fundamönnum og líka ég sendi ykkur, það var mistök í fundabóðum til mín frá starfsmanni hússins, þannig ég satt bara upp í vinnusal í rólegur, kom hérna 30 okkar mínútum á seint, en ég misti bara alltaf lagi, nema hvað, að ég sendi ykkur glærurnar líka, að í örstuttumáli þá eru aðstæður í eldri deild Varmárskóla, það er ekki lagi, það er heilmargt sem það er að gera. Og þið getið rentið við að skoða það þarf að brjóta veggi, það þarf að taka gólf, það þarf að laga salerni, það þarf að laga stiga, lyftumál, nefnið. Það er fullt aðdum, það er ekkert að skafa af þeim. Og líka í íþróttamannvirkjum okkar á Varmá. Og það er ágætlega að farið yfir þetta og mér finnst þetta svo hreint og fínt og líka fyrir okkur sem erum að vinna við þetta, gott að hafa þessu upplýsingar. En ég held að kannski í stuttu máli þá er þetta fyrir mig svona eye-opener líka fyrir utan það að vinna með þessu fólki í nefndinni að þá er þessi skýrsla og þessi gögn, þessi vinnuhópur hér sem gefur þessu, þið sjáu hér einkenni hvort þú ert hreyfihamlaður hjóla á stóli eða hvort það er heyrn eða sjón og þá gefa það bara merki hvort þú færð þessi einkunni eða ekki og ég held að við eigum að nýta okkur þetta og vinna eftir þessu, það eru myndir með þessu, þetta er tiltölulega einfalt í uppsetningu, já, nei, það er ekkert millimunur, stærðir eða ekki og þannig að við fáum mjög góða leiðsögn hérna. Ég ripaði þessu hjá mér eitthvað sem langa að segja ykkur frá. Það kemur líka fram til dæmis sem kemur á svolítið óvart. Ef ég má fara úr þessum skýrslum hér sem ég held að vinna verulega vel í og mér er boðið mér sér fund hérna hjá sveitafélagi morgun þar sem að forstöðumenn Sviðan er að ræða aðgengismál og mér er boðið þangað það klukkan 1 hérna og þá kemur líka fram að við erum nýbúin að setja leikvöld hérna við fyrir Reykjavík, ég man ekki hvað við Stórateigu þar, svona náttúru Skógræktarfélagið í Já, og þau bara, hvað gengur ykkur til? Og þá gleymum við því að þau komast ekkert En það er þessi náttúru, örfun, skyn, örfun eða hvað það heitir, þau komast ekki hjólastólum með neitt. Það er að segja, við gleymdum þessu. En við þurfum svolítið að átta okkur á því og þegar maður hittir fólkið sem ætlar að fara þarna og það kemst ekki inn á svæðið. Vegna þess að yfirborðið er náttúrulegt, það er grófu efni og hjólastól kemst ekki yfir það. Og ég held að við getum alveg á sama tíma, með þessa náttúru upplifun, þessa örfun sem á að fara fram, að við getum alveg á sama tíma hannað þó með hliðina eitthvað þann stíg sem að auðveldar sem fólki að fara Við ræðum líka heilmikið önnur mál eins og með strætisvagna, komast á Reykjalund, vegina, göngustíga og síðan núna er líka til okkar erindi sem kemur á fjölskylduna líklega næst og tengist í þingsályktun sem snýr að, nú er ég að læra allir þessi orð, það er að segja sáttmálanum rétt fatlaðra. Já, og þá er svolítið verið að spyrja okkur hvort við höfum aðgengisfulltrúa. Það er að segja, í sveitafélaginu aðgengisfulltrúi. Og það eru svona einfaldar spurningar og svöra, við þurfum að svara þetta frá velferðarráðuneytinu og ég mun bara gera ykkur grein fyrir þetta kemur inn, við vorum ekki tilbúin að taka þetta á síðasta fund en þetta kemur næst og þá fáum við ykkur svona upplýsingar það. Síðan kynnti Jóhann það líka að þetta verður sett núna vefinn hjá okkur og auglýst að það verður sérstak svona, það verður þeim sem búa við fötlun verður gefin kostur að koma með ábendingar en ábendingar við okkar hvað betur að fara í aðgengismálum fatlara, það er að segja
til dæmis eins og systur sem búið fatlaðar eða eitthvað, það er fara svo langa leið til að komast yfir götu að þeir gert ráð fyrir finna í enda götun og getið farið hjólastólunni niður. Við þurfum aðeins að huga svona litlum atriðum, en þetta er svo, fyrir ekki að ég fyllist einhverjum eldmáð, mér finnst þetta svo fróðlegt og við getum lagað svo mikið sko. Þannig að, já, í þessari kosningu þá verða svona smærri og einföld verkefni að grípa strax inn í þau, eitthvað sem við getum gert hratt og örugglega. En svona meirum þegar að fundu auðvitað, ég get ekkert annað sagt en ég bara fagna þessum skýrslum, gott að vita þessu til og gott að þessu komur í hendurnar og líka frábært að það er verið að vinna þetta verkefni í húsinu þó að okkur hafi ekki verið að ljóst fyrir en akkurat kannski núna eða fyrir einhverjum dögum síðan. Ég held ég hafi málveit ekki lengra að sinni. Takk fyrir því, forseti. Sigrún, þú ert næst, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, ég kem fram hér undir sama máli aðgengi fatlaðra í Mosfellsbæ. Ég verð að segja það að ég fagna alveg sérstaklega því að þessa skýrslu skuli vera til. En ég verð jafnframt að segja að í umræðum fjárhagsáætlun 2018 minntist ég á að huga þyrfti að aðgengi fatlaðra í Mosfellsbæ. Ýmislegt benti til þess að gera mætti betur í þeim málaflokki. Oddviti T-lista brást ókvæða við þessari athugasemd og fór mikinn hér í ræðustól. Nú nokkrum vikum síðar kemur í ljós að umhverfissvið lét gera þessa úttekt á stöðu mála í sumar og var skýrslan tilbúin í ágúst þessi mál. Mér hefði fundist fara betur á því að bæjarstjóri hefði upplýst bæjarstjórn tilurð þessara skýrslu. Vegna þess að hann er náttúrulega framkvæmdastjóri sveitarfélagsins. Og ég verð að viðurkenna samt að ég las þessa skýrslu sem hún minntist á hérna áðan, Access. Þetta er mjög fín skýrsla með myndskreytt og það sem að líka er sem sagt farið út í það að sýna hvernig hægt er að leysa málin og ég verð að segja það að ég var mjög undrandi á því hversu slæmt ástandið er. Ég bara, mig óraði ekki fyrir að þessi mál væru á þessum stað í af því að sko þær upplýsingar sem framkom í þessari skýrslu bara valda manni virkilega áhyggjum og mér langar að, nú veit ekki hvort það er sniður að hjá mér að bóka eða leggja fram tillögu, Bjarki. En ég ætla að láta nægja bóka í þetta sinn. Þitt var bara. Já, já, ok. Sem sagt, og hún hljóðar svo, bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar lýsir yfir ánægju með úttekt umhverfissviðs á aðgengi fatlaðra nemenda í Mosfellsbæ. Ástandið er samkvæmt skýrslunni verulegt áhyggjuefni sem krefst tafarlausra aðgerða. Og það er akkurat, þannig leið mér eftir að hafa lesið þessa skýrslu. Mér finnst þetta eiginlega bara ekki hægt. Já. Fundarstjóri má óska eftir fundarhlé. Já, það er óska eftir fundarhlé og við gerum fundarhlé. Bara Sigrún. Nú, við hefum þá fund á 9 og Bryndís Haraldóttir. Góður orðið, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég ætla að taka til máls undir þessum lið hið ágæta notendaráð, en fyrst langar mig þó að segja það að hér kom fram í máli bæjarfulltrúa íbúðarhreyfingarinnar áðan eitthvað sem sumir gætu skilið sem einhvers konar ásakanir á hendur bæjarstjóra það hvernig hann hefði brugðist við einhverju tillögu eða umræðu frá fulltrúa íbúðarhreyfingarinnar ferlimál. Að hann hefði brugðist ókvæða við og það hefði verið betur á að hann hefði rætt einhverja skýrslu sem hér er til umræðu.
Og mér finnst það bara ekki kannski til eftirbreytni og við höfum farið hérna svolítið yfir samskipti og hvernig við tjáum okkur hér í ræðustól að fara fram með þeim hætti sem að gert var hér áðan í ræðustól. Þegar fólk bæjarstjóri hér til að verja sig eða bregðast við þeim ummælum og ég verð að viðurkenna það að ég man allavega ekki eftir þessum ummælum sem hér voru látin falla og ekki heldur mínir samstarfsmenn í bæjarstjórn. En látum það bara liggja milli hluta. Bæjarfulltrúar VAFF og D-lista óska eftir að bóka undir þessum lið. Notendaráðið mikilvægur vettvangur sem eykur og bætir samskipti fatlaðra íbúa við stjórnsýslu bæjarins. Góð úttekt hefur verið gerð á aðgengi fyrir alla í Mosfellsbæ og þar koma fram margar mikilvægar og góðar ábendingar sem unnið eftir. Nú, næstur að mælda Fjalar Freyr. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, fundarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar að taka þetta mál sem til liðnum notendur af fatlaðs fólks. Það hafi ég tekið rétt eftir áðan hjá bæjarfulltrúa Sigrúnu. Þá nefndi hún að aðgengi fyrir fatla í unglingadeild Varmárskóla væru afleitt. Eða slæm sem sagt unglingadeildin. Var það vitlaust hjá mér? Ekki unglingadeildin. Ok, en eldri deildin var. Ég tók því allan hannig, en í þessari skýrslu þá allavega kemur fram að það eru nokkur atriði í unglingadeildinni, eldri deildinni sem hægt að laga mjög auðveldlega við lítinn tilkostnað. Framkvæmdir hafa verið í gangi núna, nemandi núna í unglingadeildinni eða sækir í unglingadeildina á hjólastól og það er búið að laga aðgengi hans talsvert og það orðið nokkuð gott og verður betra. Og ég bara mjög ánægður með þessa skýrslu og þar sést að unglingadeildin vel í stakk búin, eldri deildin, til að taka á móti fötluðum einstaklingum og það lítið að gera til þess að laga enn frekar. Yngri deildin hins vegar og verður alltaf vandamál. Húsið gamalt, það eru margir kímar og krókar og það er hægt að komast fyrir til dæmis hjólastóla notendur húsið meira og minna en samt með miklu vandræðum og það held ég að verði aldrei lagað fyrir en komið nýtt húsnæði. En unglingadeildin í nokkuð góðu standi og gleðst ég yfir því og jafnframt þessari skýrslu. Takk. Já, Sigrún Pálsdóttir, þú næst að velja frá, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, ég nefndi ekkert sérstaklega sem sagt hvar þetta vandamál væri, en þessi eina af skýrslunum eða hluti af skýrslunni tók náttúrulega til efri deildar og yngri deildar Varmárskóla og ég tek undir það að sagt þarna í upphæði skýrsluna að það er hægt að gera þetta án þess að kosta miklum peningum til. Þess vegna líka svo sárt að þetta skuli ekki vera í betra ástandi. Þetta svo lítið mál að stórbæta aðstöðu fatlara í skólanu og þess vegna þess að þetta lýtur ekki síst að salernismálum í skólanu, þá finnst mér þetta grafalvarlegt mál að þetta skuli ekki verið í lagi og og þess vegna bókaði ég þetta áðan af því að þetta bara einfaldlega mjög mikið atriði og litlir hlutir geta valdið miklum óþægindum og það einmitt það sem Theodór var að ræða áðan að náttúrulega bara leita eftir sjónarmiðum þeirra sem að nota þjónustuna, það náttúrulega algjört lykilatriði. Og enda hefur fólk verið að tala á samskiptamiðlum og víðar ástandi og einmitt þessi litlu hlutir sem að valda svo miklum ofboðslegum vandamálum hjá fötluðu fólki. Eins og líka bara það að hurðin skuli ekki vera sjálfvirk og fólk bara komast inn og út þarna eftir án þess að þurfa að bíða eftir aðstoð og svona. Þetta eiginlega bara ekki til sóma. Já, það búið að laga það núna. En sem sagt,
það þurfti mikla kvartanir til. Og svo verð ég bara að segja það, þið eru hérna 5 fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins hérna. Mér fannst þetta mjög leiðinleg uppákoma í varðandi fjárhagsáætlunina 2018, hvernig framkvæmdastjóri sveitarfélagsins tók á þessu máli varðandi aðgengi fatlaðra hérna í Mosfellsbæ í umræðum, og mér finnst bara út af því að þetta mál var á dagskrá, þá vil ég bara að það komi fram, hvort sem að hann hér staddur eður ei. Nú, það 3 á mældarskrá og Anna Sigríður er næst, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að þakka formanni Norðurlandaráðs fyrir greinagóða yfirferð á verkefnum fundarins sem við erum að fara yfir núna. Ég lýsti áður yfir fyrir hönd okkar, ánægju okkar yfir því að Norðurlandaráðið skuli hafa loksins tekið þess að það tók tíma að fá tilnefningar frá réttum aðilum, en Norðurlandaráðið hefur tekið til starfa, og það er hvernig ætla ég að orða það, það er bara, í því felast bara mjög mörg tækifæri fyrir okkur sem bæjarstjórn í þessum bæ að hafa starfandi Norðurlandaráð fatlaðs fólks til þess einmitt að geta fengið umsagnir þeirra og hlusta eftir viðhorfum og fá það svona beint inn í stjórnkerfið okkar. Þannig að ég held að hlutirnir hljóti smám saman að batna, því að auðvitað vitum við öll og það er ekki bara hér, en við vitum öll að aðgengismál fatlaðs fólks aðgengismálin hafa ekki verið nægjanlega góð í okkar samfélagi bara yfir höfuð. Hér, og ég skynja það á máli formanns Norðurlandaráðsins, að það er hugur í fólki og það er fullur vilji til þess að sinna þessum málaflokki vel og betur en gert hefur verið, enda veitir Norðurlandaráðið okkur önnur tækifæri til þess að gera betur vegna þess að við fáum inn þessa þekkingu. Mér langaði bara til að leggja hér fram bókun frá okkur bæjarfulltrúum Samfylkingarinnar og hún hljóðar svona: Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar fagna því að Access Iceland hafi verið fengið til að taka út aðgengismál í íþróttahúsinu á Varmá. Samkvæmt upplýsingum formanns Norðurlandaráðs fatlaðs fólks er fullur vilji til að vinna markvisst og úrbótum þeirra atriða sem talin eru ófullnægjandi í skýrslunni. Þá er einnig gott að fyrir liggi úttektir á skólahúsnæði bæjarins og almannarými sem þegar er byrjað að vinna eftir. Sú skýrsla er 7 ára gömul og æskilegt væri að gera nýja úttekt til að sjá hver staðan er í dag. Samfylkingin telur mjög mikilvægt að vel sé staðið að aðgengismálum í bænum og bindur miklar vonir við ráðleggingar og eftirfylgni Norðurlandaráðs í þeim efnum. Kolbrún Þorsteinsdóttir er næst, gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Við erum að ræða hérna aðgengismálin. Ég ætla bara að tala út frá því sem formaður fræðslunefndar. Það kom þarna ýmislegt fram að það sé ýmislegt ábótavant í skólum bæjarins. Í mínum huga ég ætla ekki að fara að ræða frekar að það fagna Norðurlandaráðinu. Það er gríðarlega mikilvægt. Ég ætla ekki að, svo sem að eyða orðin í það áfram, og ekki svo sem að já, ég ætla bara að segja ykkur það, ég er náttúrulega mjög mér finnst það bara svo sjálfsagður hlutur að þessi hópur komi að borðinu með okkur og bendi á það sem betur má fara. Þarna liggur fyrir skýrsla. Í mínum huga eru aðgengismál fatlaðra einhvers konar, þetta er síverkefni. Þetta er verkefni sem við eigum stöðugt að vera að vinna að. Og stundum hefur þörfin kallað eitthvað meira og stundum hafa komið mörg ár þar sem við fáum ekki ábendingar. Ég ætla bara að treysta því að Norðurlandaráðið muni núna halda okkur svolítið við efnið og benda okkur á, og við séum ekki, mér finnst þetta mál einhvern veginn þess eðlis að við séum hvorki að fara svona rífast það, eða sko minnst þetta svo mikið hjartansmál að þessi aðgengismál séu í lagi. Ég starfaði sjálf eitt sinn og var ritstjóri tímarits Öryrkjabandalagsins og var í nefnd úttekt á aðgengismálum. Og þá man ég að Smáralindin var að opna.
Þannig að við fórum þar og þar ýmislegt sem að Smáralind var nýtt hús. En við gerðum miklar athugasemdir sem þeir bara svona, úps, já, bara eitthvað lítið handrið hér, eitthvað svona smávegilin hlutir sem að getur alveg orðið efni í stóra skýrslu en við bara bentum á og það var bara lagað meðan að verktakarnir voru ennþá í húsinu. En minna varmaskólinn yngri deild er barnsins tíma og það verið að reyna að laga og koma til móts. En nú erum að fá börn sem að koma hér inn í hjólastólum sem eru fötluð og vilja vera í varmaskóla og við þurfum að bregðast til því. Og það sko þyngra en tárum taki að bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar standi hér og segi að það þurft margar kvartanir til að koma aðgengismálum á þessari hurð, sem margumræddu hurð í varmaskóla í lag. Það var ekki þannig. Það var þannig að aðilar, svo ég bara nefni þetta tiltekna mál sem ég hef svo sem enga list á að ræða neitt sérstaklega því ég veit allt um það, en ég ætla bara að segja það að það var unnið hér í fullu samráði við alla aðila sem komu að þessum máli, skólastjóra, framkvæmdastjóra fræðslusviðs, áhaldahúsið og allir aðilar fóru á fullt í þetta mál. Foreldrar fyrst og fremst var fullu samráði með foreldra. Ég átti símtal við þetta foreldri það hver hennar hliðamálinu var, af því að hér logaði allt á svo ósanngjörn umræða að sem hún var að benda á var ekki það að hér var allt óreilestri. Hún var bara að benda á það að hún starfa fyrir Sjálfsbjörg, landssambandið Sjálfsbjörg, Sjálfsbjörg og Þorskahjálp. Hún að starfa þar fullu, hún bara móðir sem að berast fyrir sínu barni sem ég skil svo óbáslega vel, varðandi þessa tilteknu hurð. Þá var þannig, hún benti á það að það væri bara fínt að fá hnapp. Ok, það gat tekið 3 daga að laga það. Það var bent á hér sérfróðamönnum sem segðu það betra að því að hurðin sem opnast út, ef það er minnsti snjóföll fyrir þá opnast ekki hurðin. Þannig að barnið þarf að bíða og það kannski fólk heldur að hnappurinn sé bara nóg og enginn að veita því athygli. En ef að verið gerð almennileg hurð sem opnast svona svo þessi hurð sem komin núna gerir, þá skiptir veður ekki máli. Og það var ákveðið að fara í það, en það tók aðeins lengri tíma en áætlað var. Af því það var ákveðið, kannski með svona ofstuttum fyrirvara, að þessi tiltekni nemandi flyttist upp yfir, en hún náttúrulega foreldri var ósátt við það að barnið flyttist upp yfir. Það er kannski forsaga málsins. En síðan tekin ákveðin að það fari upp yfir, þá eru aðstæður ekki tilbúnar því miður þegar að nemandinn kom upp yfir. Síðan líða þarna einhver tími sem var óvaskilega langur, en það var alltaf verið að vinna því að setja upp þessa tæknilegu hurð þarna sem ég er búin að ganga í gegnum og er bara glimrandi góð. En hún var svo sem ekki, umræðan sem kom þarna fyrir neðan, hún var einhvern veginn, skíkkastið náttúrulega við skólana var náttúrulega með ólíkindum, en hún var náttúrulega ósátt og hún mun berast fyrir barnið sínu út fyrir gröf og dauða sem að ég skil mjög vel að hún muni gera áfram. Ég segi það á þessu við að kannski ágætt að ég fá að bara klera þetta mál vegna þess að ég bara, það var með ólíkindum það sem gekk á þarna. Og ég forðast að eiga samskipti við fólk með þessum hætti, þannig að ég vildi baða að senda mér skilaboð á mínu Messenger eða mínu á Facebooki og svo ég geti hringt í hana. Að ég gat ekki átt samskipti við hana á þessum vef, á þessum þræði, ég hafði bara engan áhuga á því. Og þá kom drullan eitthvað um það að ég var með þöggunartilburði og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að það stóð á þræðinum að ég væri sem formaður fræðslunefndar væri með þöggunartilburði, það var ekki að finna það. Ég gerði engar athugasemdir við það þar, ég bara einfaldlega talaði við þetta foreldri og við kláruðum þetta bara það saman. Ég útskýrði, hún útskýrði, en áfram hélt eitthvað á þessum vef sem að ég hef ekki haft áhuga á að lesa neitt frekar. En við allavega klíruðum málið okkar á milli og ég fekk útskýringar hjá Lindu í áhaldahúsinu, þannig að málið var bara leyst. En kannski tók það óþarflega langan tíma, ég skal ekki segja það. En mér sárnaði það sem stóð þarna og það sem skrifaði þarna, þannig að mér finnst bara ágætt að fá tækifæri til að tala um það hér. Af hverju ég valdi það að halda ekki áfram samskiptum við þetta foreldri á þessum vef, sem maður gerir náttúrulega ekki. Þannig að þetta var niðurstaðan og síðan tekna kvartanir til að fá þetta í gegn var held ég að sé ekki rétt. Næstur mælendaskrá er Theodór Björnsveld, formaður Notendararáðs. Já, takk forseti. Herri, ég
kannski, ég langar kannski mest að segja, ég held að hérna, einhverju þeirra sem að setja í notendaráði með mér, séu ég bara fylgjast með okkur og í sjálfur sér fagni þessu umræðu, þannig að ég bara, fyrir þeirra hönd og okkar, bara ánægði með þessu umræðu hér og við séum að leggja á staði þetta verkefni. Ég tek hins vegar á mig, það var ég sem sagði eldri deild í Varmárskóla, það er meira með, og þá er ég að hafa rangt, þetta er Jóhanni, þetta er bara með, og ég sjáu það í glærunum ykkar, að það eru sem sagt eldri byggingar Varmár, þú veist, það er að segja, og það var ekki Sigrún bæjarfulltrúi sem sagði þetta, heldur ég. Já, ég hérna kannski án þess að fara honni í einhver smáatriði með hérna, að því að nefndu framkvæmdastjórinn eða bæjarstjórinn, að þá, af því ég sitt nokkra fundum með honum reglulega og við, að þá er honum, ég verður bara kannski trúa mér, málefni fatlaðra, málefni alla íbúar eru kær, það er ekki andstæða við það að bæta úr aðgengismálum fatlaðra, trúið mér bara með það. Og mér finnst bara, og kannski ekki að ég stjórna umræðinu hér, en mér finnst bara mjög mikið eftir sem að ræða þetta, mjög mikið eftir að hafa innsýn í þetta og ég hef trú á því bara við erum öll, held ég, sömu skoðun í þessum málum, við erum á kannski okkur byrjunarreit, við erum á gögn sem við höfum ekki séð áður og kannski svolítið bara hollt fyrir okkur. Ég held að, og ég veit að þeim sem sitja í ráðinu finnst bara rosalega gott að við tínum til eitt og eitt í einu. Þó þessi ekki allt gert í einu, það þarf að fara í mjög kostnaðarsama framkvæmdir í okkur eldri byggingum, eins og ég sagði hérna áðan, en litlu atriðin, kannski svo Sigrún nefndi hérna áðan, einföld, lítil, kostnaðarlítil atriði vegum að rjúka í þetta og ég hef trúið því að það verði gert. Og við munum svo fá uppfærslu á þessu reglulega og ég får lofa því meðan að ég allavega kem að þessu ráði og örugglega sá sem verður þar áfram eða hvernig það verður. Þannig ég bara fagna umræðunni, takk fyrir að taka þátt í henni og bara, já, þetta var svona eitthvað hjarta, eitthvað lít. Takk. Nú, fleiri hafa ekki hvað til ljós þessa ágætu fundargerð og umræðum lokið hana og þeir sem að staðfesta hana. Eins og einstök mál fyrir að mestari bennir eftir hönd. Staðfest með öllum greiddum atkvæðum. Þá förum við í skipulagsnefnd, fundur númer 450, venju mörg mál á dagskrá, ekki vorðinu, Bryndís Annarsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulega forseti, ég skal reyna vera tiltölulega snögg en ég get eiginlega ekki annað en komið hér undir máli númer 1 sem að tók talsverðan tíma í umræðu í nefndinni. Við höfum áður rætt í bæjarstjórn lítur að því að Reykjavíkurborg ætlaði að fara að breyta aðalskipulaginu sínu og koma björgun fyrir í Álfsnesi. Gunnunesi á fyrstu stigum og svo breyttist það. Þannig að mér langar bara, fyrirgefið með leyfi forseta, að fá að lesa hér upp bókunina að skipulagsnefnd er sammála því áliti sem framkemur í umsögn skipulagsstofnunar til skipulagsfulltrúa Reykjavíkur dagsett 24. nóvember síðastliðinn eðli og umfang starfseminnar sem er að ræða. Það geti ekki fallist undir landnótkunna efnistaka og efnislosun. Í umsögninni kemur jafnframt fram að umrædd skipulagsáform séu ekki í samræmi við svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins og kalli því á breytingu á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Skipulagsnefnd felur formanni skipulagsnefndar sem á sæti í svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins að koma því á framfæri hjá svæðisskipulagsnefnd að skipulagsnefnd Mosbæjar telji nauðsynlegt að svæðisskipulagsnefndir ráðist í heildarskoðun á fjölda og umfangi þeirra athafna og iðnaðarsvæða sem eru innan svæðisskipulagsins og eins hvort þörf sé á fjölgun og eða stækkun slíkra svæða að teknu tillit til umhverfis og samfélagslegra þátta. Mosbæjar hefur borist fjölda fyrirspurna á síðustu misserum svæði fyrir ýmiss konar iðnað og því ljóst að eftirspurn eftir slíkum svæðum er töluvert þessar mundir. Í kjölfarið fór ég seinna þennan sama dag á fund í svæðisskipulagsnefndinni og var þá ágætlega nestu með þeirri umræðu og þeim ábendingum og athugasemdum sem fram höfðu komið í máli nefndarmanna fyrrum daginn. Það er auðvitað töluverð ágjur af svona umhverfisáhrifum, áhrif á fuglalíf og dýralíf við Leirvoginn, áhrif á þungaflutningum hérna og svo auðvitað þessi spurning hvort að allir aðrir staðir hafi verið skoðar, hvort að þetta sé eini staðurinn og svo þetta sem við lögum þarna til að fara í heildarendurskoðun því að máli snerist kannski fleiri en bara þetta ágæta fyrirtæki Björgun. Og þar var svona farið svolítið hringla með þetta mál hvað nefndin gæti gert á þessum stigum og einu tímabili var uppi þau sjónarmið að það beri bara að fresta sem sagt því að afgreiða frá okkur verklýsingu breytingu á svæðisskipulagi sem að Reykjavíkurborg hafði óskað eftir því að væri á dagskrá og óskað eftir því að fengi afgreiðslu. En það var sem sagt bókað í fundagerðinni, aftur með leyfi forseta, að skipulagsnefnd, ég ætla ekki að lesa alla bókunina en það er bent á ýmislegt þarna og meðal annars hvað Kjósarhreppur er að tjá sig þeir hafa svo áhyggjur af námunum sjálfum sem eru upp í Hvalfirði
og þar hafa verið uppi miklar ábendingar hvort að þeir sé að uppfylla skilyrði sín varðandi og leyfi sitt varðandi efnistöku, hvort þeir sé að fara of langt inn í fjöruna og valda landbroti og annað. En það bókast sem sagt, skipulagsnefnd Mosbæjar kallar eftir að farið verði heildstæð úttekt á fjölda og eðli þeirra athafna og innansvæða sem eru innan vaxtarmarka á höfuðborgarsvæðinu áður en ráðist verði í breytingu á svæðisskipulagi vegna framtíðarstaðsetningu björgunar í Álfsnesi. En niðurstaða nefndarinnar svo þessi að svæðisskipulagsnefnd leggur til við aðildarsveitarfélögin að afgreiða verkefnalýsinguna til kynningar og umsagnar samanber skipulagslögunum og lögum umhverfismat áætlana. Og svæðisskipulagsstjóra falið að kalla eftir gögnum og skipulögð iðnaðar- og athafnasvæði hjá sveitarfélögunum og hafi verið úttekt á framboði atvinnu- og iðnaðarlóða með áherslu á landþörf til næstu ára. Niðurstaða þeirra úttekta verður hluta þeirri skipulagsvinnu sem framundan er. Þannig að við munum núna fá frá svæðisskipulagsnefnd verklýsingu á þessu verkefni og það í rauninni nefndin að mæla með það að við afgreiðum það inn í þetta ferli. Og ég held að þetta samræmist bara alveg ágætlega. Við leggjum áherslu á að þessi úttekt fari fram á sama tíma en eins og þið flest þekki inni þá tekur breyting á svæðisskipulagi töluvert langan tíma. Og allar þær spurningar og vangaveltur sem uppi hafa verið allavega inn í nefndinu og ég held líka inn í bæjarstjórn umhverfisáhrif og annað þess háttar, það í rauninni tekið á því í þessum ferli. Þannig að þarna gerst þá okkur tækifæri held ég í gegnum verklýsinguna að kalla til okkar fjölda gagna og það kom fram í máli fulltrúa frá Reykjavíkurborg, beggja og embættismanna að það eru auðvitað búið að vinna mikið í þessu máli og það er kannski fullt af gögnum sem liggja fyrir sem við höfum ekki séð. Þannig að það tækifæri þá okkur til að fá þau gögn, rýna þau gögn og kalla þá eftir þeim upplýsingum eða gögnum sem við teljum frekar þörf á og á sama tíma hægt að vinna þessu úttekt. Og ég held að þetta sé svona bara málefnaleg og góð leið og mun svo auðvitað bara hvetja til þess að þegar við fáum máli hér til umfjöllunar að við bókum þá sérstaklega leggjum áherslu á þessu skoðun og sjónarmið okkar. Ólafur Ingi, næstur, gjör svo vel. Forseti, byrja því að taka undir með sem bæjarfulltrúi Bryndís sagði og því miður þá ég á nú sæti í þessu ágæta svæðisskipulagsnefnd. Komst því miður ekki á hana fund en heyrði í Bryndísi fyrir fundinn og við vorum svona nokkurn veginn á sömu línu hvað þetta varðar. Og ég byrja á því að ég styð heilshugar þessa bókun sem kom frá skipulagsnefndinni. Hún fór eiginlega í þann farveg sem að við teljum þetta fyrir. Við erum að bregðast þarna við áliti sem kemur frá Skipulagsstofnun og það hvernig túlkað byrja hlutina. Og það sem að nákvæmlega það sem gerist núna það að þetta fer bara í eitthvað ferlið. Það er ekki tilgangur okkar með því að gera athugasemdir við þetta var að tefja þetta mál og einn eða neitt hátt. Það er hins vegar, mín skoðun sú í þessum skipulagsmálum að það er þetta ferli sem fer í gang þegar þessi mál fara af stað að þar gefst tími til þess að koma allskyns sjónarmiðum og athugasemdum auk þess sem bara hver sem getur gert athugasemd. Nú, við vitum það náttúrulega að það eru áhyggjur okkar í þessu sveitarfélagi lúta að ýmsum hlutum eins og til dæmis með varðandi bara fyrir utan þessi stæðsning gefur það að náttúruvernd, fuglalífi, foki og öðru slíku og tala ekki aukinni þungaumferð sem getur verið. Nú, Reykjavíkurborg fór á sínu tíma því að þessi í einhvers konar staðavalsgreiningu sem að þeir segja hafi skilað þessari niðurstöðu. Við höfum sjálfur sér ekkert aðgang að þeim gögnum sem þar eru. Þannig að við getum ekki lagt okkar mat á það hvaða þættir voru teknir þar til greina. Þannig að við þurfum að bara fylgjast vel með þessu máli, senda inn athugasemdir og eftir þeim leiðum sem við höfum og þurfum bara að standa okkar vakt sem fulltrúar sveitarfélagsins. Ég veit ekki hvort að það er rétt en okkur langar að bóka aðeins bara með þessu máli. Við mættum bara að lesa upp bókun okkur bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar. Hún er örstutt. Bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar taka undir bókun skipulagsnefndar vegna breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 hvað varðar nýtt iðnaðarsvæði í Álfsnesi og að ráðist verði greiningu á þeim kostum innan og utan vaxtarmarka svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins
sem þykja henta undir athafn og iðnaðarsvæði. Einnig leggjum við líka áherslu á að þess verði gætt að tekið verði fullt tillit til náttúrugæða og samfélags þegar að slík svæði eru skipulögð. Já. Orðið ennþá laust þessa fundargerð skipulagsnefndar frá 8. desember. Nú, enginn kveðs hljóðs, þá umræður lokið. Og þeir sem samþykkja þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér eru beðnir að rétta upp hönd. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá næst komið að ungmennaráði, eða 2 fundargerðir frá ungmennaráði. Fyrst að fundur nr. 45, ungmennaráði Mosfellsbæjar, hann var haldinn hér í Fjörholti 11. október síðastliðinn. Orðið laust þá fundargerð. Enginn kveður sér hljóðs, þá umræðan lokið og þeir sem að staðfesta þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér eru beðnir að rétta upp hönd. Það staðfest með 9 atkvæðum. Þá kemur fundargerð ungmennaráðs hinn síðari. 14. nóvember var sá fundur haldinn og orðið laust þá fundargerð Theodór og svo Anna Sigurður og svo Sigrún. Ég ætlaði bara að segja já. Nú, fyrirgeðu, ég var ekki. Já, það var nefnilega einhver beðið morðið. Það var einhver hefing. Varst þú ekki að beðið morðið, Theodór? Nei, ég var bara að segja já. Anna Sigurður var beðið morðið. Sigrún, þú varst beðið morðið ekki? Nei, ég var ekki. Æ, allavega Anna Sigurður. Ég var bara að samþykkja hana. Já, við vorum bara að segja já. Já, fyrst allir þessu næstir ég að samþykja strax fundargerð ungmennaráðs því ég var að vera mjög stuttor. Samþykkja það að þú færir í pontu. Talaði fyrir alla. Það langar mig bara sérstaklega að vekja athygli á mál nr. 1, þarna erindi ungmennaráðs Hafnarfjarðar til ungmennaráðsins okkar, varðandi það að undirbúa að setja upp svona hæfileikakeppni eins og skrekkur er. Skrekkur er bara eitt skemmtilegasti viðburður sem er í menningarlífi Íslendinga á hverju ári og ég vildi bara lýsa ánægju minni með hvað ungmennaráð okkar tekur vel í þessu ungmennaráðs Hafnarfjarðar og óska þeim bara góðs gengis í að skipuleggja þetta og að þetta verða sem sagt svona hæfileikakeppni eins og skrekkur verða veruleika innan ekki langs tíma og hlakka bara mjög mikið til að fylgjast með því og já, það var einu bara erindi hérna að vekja athygli þessu og fagna þessu framtaki. Nú, orðið ennþá laust. Nú, þá komið atkvæðagreiðslunni og þeim að staðfesta þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér samþykkt með 9 atkvæðum. Þá loks komið að fundargerðum til kynningar. Og það eru nokkrar. Við tökum fyrst hér afgreiðslufund byggingarfulltrúa, ég gef orðið laust þá fundargerð. Enginn kveður sér hljóðs, þá umræðan lokið og hún lögð fram. Síðan förum við nú næst í fundargerð SSA, Samtök Sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, það aðalfundur hérna þeirra samtaka. Og hann var nú haldinn hérna Íþróttamiðstöðinni Kletti í Mosfellsbæ 3. nóvember síðastliðinn. Ég gef orðið laust þá fundargerð. Nú, enginn kveður sér hljóðs, þá sú fundargerð lögð fram. Þá förum við næst til Reykjavíkur, það að segja fundarstaður næsta fundar var í Reykjavík í Borgartúni 30. Það var fundargerð Samband Íslenskra Sveitarfélaga. Fundur nr. 854, hvorki meira en minna. Ég gef orðið laust þá fundargerð. Nú, mér langar nú að taka hérna sjálfur til máls á. Það mál nr. 1 á þeim fundi sem heitir Í skugga valsins. Og ég kannski bara les hérna upp hérna. Það sem úr þeirri fundargerð, formaður Samtaka Íslenskra Sveitarfélaga, það nú Halldór Halldórsson ekki rétt, fjallaði þau umræðu sem hefur verið í samfélaginu í kjölfar átaksins. Mikilvægt þess að stjórnsambandsins láti sig málið varða. Síðan heldur bókunin hérna áfram og nefnilega sagt það að stjórnsambandsins lýsi yfir ánægju sinni með það frumkvæði sem konur í stjórnmálum á Íslandi hafa tekið undir merkjum Í skugga valsins.
og hvetur sveitarstjórnir landsins til að taka þátt í umræðum kynferðisofbeldi og áreiti og hvernig koma megi í veg fyrir slíkt athæfi á vettvangi stjórnmála og á vinnustöðum sveitarfélaga. Nauðsynlegt er að öll sveitarfélög setji sig formlega stefnu og viðbragðsáætlun vegna eineltis, ofbeldis og kynferðislegrar kynbundinnar áreitni, enda er slík hegðun ólíðandi með öllu. Þetta er aðeins lengra en við þekkjum öll þessa umræðu og þessa byltingu, getum við sagt, sem er eiginlega bara stendur yfir og henni þarf auðvitað að halda áfram og halda umræðinu og úrræðunum áfram. Þannig að ég bara styð þessa bókun hérna að niðurstöðu. Þetta er sem sagt fundargerð þessa ágæta fundar. Og fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs þessa fundargerð, þá var hún lögð fram. Þá erum við komin að slökkviliðinu, slökkvilið höfuðborgarsvæðisins. Það reyndar 2 fundargerðir. Fyrst tökum við fyrir fund sem var haldinn 20. október, Skógalíð 14. Þar voru mættir bæjarstjórar af höfuðborgarsvæðinu og síðan embættismenn. Orðuðu laust þá fundargerð, engin kveður sér hljóðs, þá er hún lögð fram. Og þá er fundargerð sem síðari hjá slökkviliðinu. Sá fundur var haldinn 29. nóvember, orðuðu laust, engin kveður sér hljóðs, og þá er sú fundargerð lögð fram. Þá er komið að síðustu fundargerðinu hér í kvöld og það var fundur sem var haldinn hér í þessari byggingu. Fundur í heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis 23. nóvember síðastliðinn. Orðuðu laust, þá fundargerð, engin kveður sér hljóðs, þá er sú fundargerð lögð fram. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Ég þakka fundarstjórnina og áður en ég slít fundi ætla ég nú að standa á fætur og óska öllum bæjarfulltrúum og fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla. Við sjáumst með hækkandi sól. Næsti bæjarstjórnarfundur verður 10. janúar 2018. Fundi slitið. Takk sömuleiðis.